ekki. Ég býð ykkur velkomin á þennan fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Hann haldinn 10. febrúar 2021 og númer 776 og ég segi fund settan. Það langt síðan við sátum hér við þetta fundarborð hérna í Helgafelli, fundarsalum Helgafelli hér í Kjarna. Það mun hafa verið í haust, september og þá fórum við í fjarfundaskeiðið. En við erum nú komin hérna aftur á þennan hefðbundna stað og okkur ekkert að vanbúnaði að hefja hér umræður og ganga til dagskrár. Það fara yfir svona í stórum dráttum, það eru nú ekki mörg málin út af fyrir sig, það eru 11. Stundum oftast eru nú fleiri en þeir skiptast þannig að það eru 2 fundargerðir frá bæjarráði Mosfellsbæjar og 3 frá nefndum bæjarins. Nú það fræðslunefnd, fundargerð frá fræðslunefnd, lýðræðis- og mannréttindanefnd og skipulagsnefnd. Og lokum eru 6 fundargerðir til kynningar úr ýmsum áttum. Við byrjum þá á fundargerð bæjarráðs númer 1474. Bæjarráð hélt fund á fimmtudaginn 28. janúar síðastliðinn. Það voru 10 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Haraldur Sverrisson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Haraldur. Forseti, taka hérna östutum máls undir mál nr. 3, Helgafellsskólinn í framkvæmd. En undir þessu máli var farið yfir framvinduskýrslu þess verkefnis. Það eru reglulega lagðar fram í bæjarráði framvinduskýrslur byggingu Helgafellsskóla, en svo kannski flestir vita að þá það verkefni okkar stærsta byggingaverkefni sem er í gangi á bænum og sennilega stærsta byggingaverkefni sem bærin hefur framkvæmt eða ráðist í sinni sögu. Ég vildi bara koma því á framfæri hér að þetta gengur vel, þetta verkefni. Það var svona ástæða til að hafa áhyggjur af því á tímabili þegar að útboð verkefnisins var kært og úrskurðarnefnd útboðsmála tók sér 6 mánuði að komast að niðurstöðu í málinu. Það er náttúrulega miklu lengri tími en reglur þá ágætu nefnd segir og það nú umhugsunar efni, en að þessari skoðun allri lokinni þá sem sagt úrskurðar hann bænum í hag, það er að segja að taka tilboði lægstbjóðanda í verkið, en þar höfðu 6 mánuðir farið svona í annað heldur en til var ætlast, það er að segja að byggja skólann, en það stenst á því að segja að eins og staðan er núna þá er verkefnið á áætlun og bara er bjartsýni það að það takist að ljúka því á réttu tíma og við krossum bara fingur að það gerist. Og það var reyndar ásamt stýrihóp hérna byggingu Helgafellsskóla þar í dag í byggingunni til þess að skoða framvinduna og það er ótrúlega mikið gerst á þeim tíma sem það kom þar síðast og ég vil bara líka nota þetta tækifæri að hrósa verktökunum á þessu verki. Þeir hafa staðið sig ótrúlega vel. Þeir eru lausnarmiðaðir í sinni framkvæmd allri og gera þetta vel og svo þannig að það er eins og staðan núna allt útlit fyrir það að þetta klárist á réttum tíma. Og svo er líka rétt að geta þess að fjárhagslega er verkefni líka á áætlun og eitthvað er undir áætlun. Þannig að það er gott að þetta mikilvæga verkefni fyrir okkur Mosfellinga gangi vel og ég vildi upplýsa það og vonandi helst það þangað því er lokið. Við laustum þetta mál sem að bæjarstjórar eru að tala Helgafellsskólinn í framkvæmd. Kolbrún Þorsteinsdóttir hefur beðið orðið það mál, gjörðu svo vel. Það er 3. mál á dagskrá bæjarráðs. Gjörðu svo vel, Kolbrún.
forseti. Ég vil bara taka til bæjarstjóra framgang mála í Helgafellinu og ég veit að það mikil eftirvænting og spenna fyrir því að taka alla áfangana í gagnið þannig að úr verður heildstæður skóli eins og áætlanir gera ráð fyrir. Og ég vil líka nota tækifærið og nota hvert tækifæri sem ég get til að koma upp og hrósa starfsfólki og stjórnanda Helgafellsskóla fyrir ótrúlegt umferðarlyndi í öllum þessum hávaða að vera að byggja við skólann stanslaust síðan að starfið hófst og þau ekki bara að kljást í það, heldur líka mikla fjölgun á einu ári og ég vil bara segja það að þarna upp frá bara algjört kraftaverka fólk með jákvæðan huga og dásamlega viðmóti hefa tekist á við það að gera þennan skóla eins frábærn eins og hann er. Þannig að ég held að þarna eigum við verðmætt starfsfólk og kennara og sem að halda vel utan um börnin og ég segi það líka að því mér finnst iðngreinar eigi undir högg að sækja í samfélaginu að þarna kannski sjá einhverjir ljósið í því að það sé áhugavert að vera iðnaðarmaður og þannig að ég vil bara aftur hrósti þeirra og bara megi starfið blómstra áfram sem fyrr og það verður gaman að sjá þegar að við fáum að fara inn í skólana, fá að heimsækja Helgafellsskóla og þegar að hann verður kominn í fulla funksjón frá leikskóla upp í 10. bekk. Þannig að ég ákveðlega stolt af þessari byggingu og stolt af þessu starfi og eins og segi, hlakka til að fá að kíkja inn þegar við fáum að fara. Takk fyrir. Það hefur enginn gefið merki að fá að taka til máls þetta mál. Númer 3, þá lítur forseti svo á umræðu það sé lokið. Helgafellsskóli nýframkvæmd en orðið laust eitthvert af hinum málunum. Það voru 10 mál og Lovísa Jónsdóttir bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Lovísa. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem undir máli númer 1.5, stafrænt ráð sveitarfélaga. Ég fagna því mjög að verið sé að vinna að auknum stafrænum lausnum á sveitarstjórnarstigi. Ég er með nokkrar spurningar og kannski eina ábendingu því að hér fer fram kynning verkefni á fundi bæjarráðs og þetta verkefni er þess eðlis að mér hefði þótt gott að allir bæjarfulltrúar hefði fengið að hlusta á þá kynningu. Það hefði verið mjög gott. En áttaði mig ekki á að þetta væri á dagskrá í tæka tíð til þess að óska eftir því en ég vil kannski koma með það sem ábendingu að kynningar á verkefnum sem slíkum eins og oft sé bara eiginlega frekar regla að við fáum öll að sitja heldur en svona stundum og stundum ekki. Ég sá að í fyrri meðferðum málsins þá hafði forstöðumanni þjónustu og samskipta, fyrir ekki að ég fer ekki rétt með titilinn, ég manna ekki alveg, Arnari verið falið að skoða þetta, kom minnisblað, ég get ekki séð að það hafi það sem kom, ég bara svona spæð hver staðan hvenær við megum vænta þess og spyr þá hvort að það sé á þeim tíma sem að það fari fyrir bæjarráð hvort að bærin átti að setja pening í þetta verkefni. Ég gat heldur ekki sé að það hafi kannski verið formulega farið fyrir bæjarráð og samþykkt þau fjárútlát, þannig að hvenær það kemur fyrir. Takk fyrir. Og það er leistu 15 mál sem að bæjarfulltrúi Lovísa var að ræða og... Ég þarf að svara spurningunum. Já, endilega. Ef það er einhverju sem vilja tjá sig frekar undan mér, þá þetta er mjög mjög. Já, það er bara rétt að þú fáir orðið núna, það er enginn annan að gefa merki. Það fannst ég fram að því. Gjörðu svo vel. Áður. Já, forseti, það skemmst á því að segja að málið er á dagskrá í bæjarráði á morgun. Það er útsendið dagskrá bæjarráðs er minnisblað frá forstöðumanni þjónustu og samskiptadeildar þar sem farið ítalið málið og lagt til að Mosfellsbær taki þátt í því og borgi rúmlega 1800.000 krónur í kostnað árinu 2021 til verkefnisins. Þannig að ég bendi bæjarfulltrúum á að lesa gögn fyrir bæjarráðsina og sendur út á mandag. Orðið laust, 15 mál. Stafrænt ráð sveitarfélaga, það kveður sig engin ljós, þá umræðum lokið það mál. Þá gefum við orðið laust enn og aftur eitthvað mál sem þarna stendur til boða. Það kveður sig engin ljós og þá er umræðum lokið þessa fundargerð frá 28. janúar nr. 1474
og við göngum til atkvæða hana í heild sinni eins og einstök mál bera með sér. Þeir sem að staðfesta þessa fundargerð eru beinir að rétta upp hönd. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Nú þá var það aftur, svo leið vika og þá kom aftur fimmtudagur. Snemma morguns var fundað 4. febrúar síðastliðinn í bæjarráði Mosfellsbæjar. Það var fundur númer 1475 og þar voru 8 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Haraldur Sverrisson hefur beðið orðið. Þar, gjörðu svo vel, Haraldur. Já, forseti, við langar að taka inn þetta málsumfjöld máli nr. 1. Ytra mat á grunnskólum, Varmárskóli. Þarna lágu fyrir tillögur breyting og stjórnskipulag í Varmárskóla til afgreiðslu en bæjarráð hafði áður vísað því máli til umsagnar fræðslunefndar og umsagnar skólaráðs og til kynningar fyrir stjórnendum, starfsmönnum og foreldrum Varmárskóla. Og á fundi sínum í janúar þá fór bæjarstjóra og framkvæmdastjóra fræðslu- og frístundasviðs að framkvæma þessar kynningar og láta þessar umsagnir berast til bæjarráðs. En málið snýr að því að það sem sagt lág fyrir skýrsla sem að bæjarráð hafði óskað eftir af HLH ráðgjöf stjórnskipulag Varmárskóla. Tilurð skýrslunnar eða tilurð þess að þessi úttekt, að bæjarráð ákvað að láta framkvæma þessa úttekt er sú að á nokkur ára fresti fyrir fram ytra mat, svokallað ytra mat skóla og þar á meðal Varmárskóla. Það var gert ytra mat á Varmárskóla á árinu í fyrra, árinu 2020. Ytra mat er framkvæmt af Menntamálastofnun og er reglubundið mat sem það gerir á skólum sem er gott. Í þessu mati komu fram ábendingar það að innleiðing sameiningar skólans sem var ákveðin fyrir það bil 20 árum síðan hefði ekki gengið eftir sem skyldi og harmonar eða það svona einhverju leyti við aðra ytra matsúttekt sem að gerði árið 2010 og 2011 og því þótti bæjarráði ástæða til þess að fá utanaðkomandi sérfróðan hlutlausan aðila til að gera mat á stjórnskipulaginu. Og það var gert og niðurstaða úttektar aðilans var svo að leggja til að í meginatriðum það að skipta Varmárskóla upp í 2 skóla. Þar sem nú er yngri deild yrði sjálfstæður skóli og þar sem nú er eldri deild yrði sjálfstæður skóli. Og svo fylgdu þessari tillögur svona afleiddar tillögur sem snéru að því að framkvæma þá þessa breytingu. Bæjarstjóri og framkvæmdastjóri fræðslu og frístundasviðs fóru ásamt skýrsluhöfundi og kynntu þetta fyrir stjórnendum strax þarna í kjölfar þess bæjarráðsfundar. Þetta er bara sama dag. Sú kynning gekk ágætlega. Það var fyrst kynning fyrir skólastjórunum 2 og svo kynning fyrir öllum stjórnendum skólana, annars vegar skólastjórum og deildarstjórum sem eru 6 í hvorum skóla. Og það gekk ágætlega, svo kynning og svona að draga eitthvað af henni þá var það kannski svo að þessar tillögur og hugmyndir úttektaraðilans kom ekki óvart. Þeim sem tóku alls og tjáðu sér fannst þetta eiginlega vera svona liggja í hlutarins eðli og hefði komið þeim á óvart ef það hefði ekki verið tillögur sem þessa sem hefðu litið dagsins ljós. Og sami andi var raun og veru kannski yfir starfsmannafundinum, þar sem fundi með öllum starfsmönnum skólans, Varmárskóla sem haldið var degi eftir. Svona svipuð nálgun þeirra starfsmanna sem að tjáði sig það og síðan var líka fundur með öllum foreldrum eða að segja streymisfundur. Hann var haldinn líka fljótlega eftir
eftir þessi ákvörðun bæjarráðs að fela okkur þetta verkefni. Sá fundur gekk líka ágætlega, það voru reyndar ekki nema milli 30 og 40 foreldrar sem voru þáttakendur í þeim fundi meðan á honum stóð, en hann var síðan aðgengilegur nokkur tíma á eftir og þar sem fólk gat fylgst með þeim fundi eða horft á þann fund eftir á. Og það er sömu sögu að segja frá því, það var svo sem bara ágætis hljómur gerður að þessu. Síðan fljótlega eftir þetta þá fórum við ásamt líka skýrsluhöfundi og kynntum þetta fyrir skólaráði og það var ágætis umræður þar og það var ekki afgreitt á þeim fundi skólaráðsins. Þetta var síðan fundur viku seinna þar sem að umsögn var gefin og hún er svona jákvæðum anda hvað þetta varðar. Fræðslunefnd fundaði síðan líka skömmu síðar og gaf umbeðna umsögn þar sem hún mælir með því að verða við að framkvæma að samþykkja þessar tillögur ráðgjafans. Þannig að þá með þessu fór þetta fyrir bæjarráð þar sem við var búið að framkvæma þá það sem að bæjarráð hafði óskað eftir, annars vegar lágu fyrir þessar tvær umsagnir, annars vegar frá skólaráði og hins vegar frá fræðslunefnd og svo þessar kynningar sem hafði verið fyrir stjórnendum, starfsmönnum og foreldrum. Og niðurstaða bæjarráðs var, ef ég má með leyfi forseta að lesa hana hér upp. Tillaga skiptingu varmaskóla hefur verið kynnt fyrir hagaðilum í samræmi við ákvörðun bæjarráðs og hefur almennt fengið jákvæð viðbrögð. Bæjarráð samþykkir með 3 atkvæðum að varmaskóla verði skipt upp í 2 skóla, annars vegar grunnskóla fyrir 1. til 7. bekk og hins vegar grunnskóla fyrir 7. til 10. bekk, sem taki til starfa við upphaf næsta skólaárs 2021 til 2022 þann 1. ágúst næstkomandi. Jafnframt samþykkt að fræðslu- og frístundasviði ásamt skólastjórnum verði falið að halda utan undirbúning við stofnun skólana í samræmi við tillögu í fyrirliggjandi minnisblaði. Þá er samþykkt að komið verði á fót tímabundnum sameiginlegum vinnuhópi innan varmaskóla sem hafi tillögur HLH ráðgjafara til hliðsjónar. Hópurinn verði leiddur af verkefnisstjóra grunnskólamála á fræðslu- og frístundasviði og skipaður í samræmi við tillögu í fyrirliggjandi minnisblaði. Þannig að fyrir liggur hér fyrir þessum fundi að staðfesta þessa niðurstöðu bæjarráðs. Ég er bjartsýnn það að þetta sé rétt ákvörðun, hafandi náttúrulega lesið skýrslu ráðgjafans og setið með honum á þeim fundi þar sem hann fór yfir sína niðurstöður, svaraði spurningum og útskýrði enn frekar það, þá svona sannfærðist ég meira það að þetta væri rétt mat hjá ráðgjafanum og fagna því líka að þetta hafi sé bara góð sátt í samfélaginu, þar sé skólasamfélaginu og bind vonir við það að þetta geri góða skóla af enn betri skólum. Já, orðið laust þetta mál, nummer 1, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Sveinn Óskar. Þetta er sem sagt fyrsta málið á fundargerð bæjarráðs og samkvæmt fundarboði þetta ytra mat á grunnskólum, varmaskóli, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég kem undir sama lið sem er, eins og forseti nefndi, liður 2.1 ytra mat á grunnskólum, varmaskólum. Ég vil vísa til tveggja úttekta á þessum ágætu skóla okkar hér í Mosfellsbæ, varmaskóla. Er að ytri úttekt sem var gerð árið 2010 og skýrslan er hérna tiltæk á síðu varmaskóla dagsett desember 2010. Þannig að það fer ekki milli mála að vera að tala 2010. Og sú skýrsla var unnin af menntamálaráðuneyti. Og þar voru kallaði til fagmenn, skólastjóra til margra ára
Unnar Þór Böðvarsson og Trausti Þorsteinsson. Og síðan var úttekt af hálfu Menntamálastofnunar á 2019. Og ég ætla að, með leyfi forseta, byrja að vísa hérna í skýrsluna sem unnin var fyrir Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2010 og snýra akkurat þessum þáttum sem að varðar. Það er sem sé að skipta skólanum upp í tvennt. Einn skóli fyrir eldri deild og einn skóli fyrir yngri deild. Í meginniðurstöður skýrslunnar frá 2010 segir, með leyfi forseta, tekist hefur á árangursríkan hátt að sameina 2 skóla, Varmárskóla 1. til 7. bekkur og Gagnfræðaskóla Mosfellsbæjar 7. til 10. bekkur árið 2001. Í einn heildstæðan skóla með 1. til 10. bekk sem ber nafn gamla barnaskólans Varmárskóla. Ég held áfram næstu málsgrein, forseti, og held áfram tilvitnun. Starf Varmárskóla fer fram í 2 húsum og setur það skólastarfinu ákveðnar skorður. Góð leið unnin er að unnið verði að úrbótum í húsnæðismálum með tengibyggingu milli skólahúsanna, en þá fyrst verður hægt að tala sameiningu skólanna 2 sé lokið, þegar öll starfsemi Varmárskóla er komin undir eitt þak. Þessi skýrsla fékk meðferð hér á sínum tíma í þessum eða í sal bæjarstjórnar Mosfellsbæjar og var fagnað. Ég snýr mig nú að annarri úttekt sem er nýleg. Hún er úttekt Menntamálastofnunar ytra mat grunnskóla, Varmárskóli frá desember 2019. Það eru 9 ár sem líða þarna á milli. Þar segir meðal annars, með leyfi forseta, það sem segir hér tækifæri til úrbóta í stjórnun og faglegri forystu. Svo ég vitna í meginniðurstöður í þeirri skýrslu sem Menntamálastofnunin gerir nýlega, gæta þarf þess að allir hagsmunaaðilar skólasamfélagsins hafi rödd og komið að samstarfi og ákvörðunartöku í skólasamfélaginu í samræmi við lög og reglur. Lög og reglugerðir. Og undir sömu samantekt segir, með leyfi forseta, vinna þarf markvisst að því að starfsmannahópurinn verði ein liðsheild í einum skóla. Því miður, og ég hef komið að þessu áður í síðasta fundi bæjarstjórnar sem var reyndar í svokallað Zoom-fundur, þar áréttaði þetta líka að þetta sé afturför sem við verðum að gera. Og þetta er ekki í samræmi við 2 ítarlegar skýrslur frá yfirstjórn skólamála í landinu. Og á þeim fundi sem var síðasti bæjarstjórnarfundur áréttaði það að það eru til skýrslur sem beinlínis undirstrika að það er verið að fara aftur í þessu. Vegna þess að þessa skýrslu segja alltaf sögu en úttekt HLA með fullri virðingu fyrir þeirri úttekt og þeim ráðgjafa sem þarf. Með fullri virðingu. Það sem hér erum að ræða
og ég vil bara leggja út af því að bærinn hefur bara ekkert efni á þessu. Hann er bara í kröggum. Hvers vegna ætli það sé? Það er búið að setja pening í golfskála, það er búið að setja pening í marga aðra þætti en skólastarf í mörg ár. Og þá helst fyrir, og helst þannig að sé hægt að klippa á það borða fyrir kosningu. Það er á ábyrgð þessa meirihluta og fyrir meirihluta sem þar áður voru hér. Sjálfstæðisflokkur og Vinstri grænir. Og ég hræðist það ekkert að segja að þessi meðferð, það er að reyna að fá alla bæjarstjórnir til að samþykkja þetta og alla bæjarráð. Mér er nokk sama hverjir eru að samþykkja hvað. En ég ætla að setja hjá undir þessum lið í ljósi þess sem ég er að staðfesta hér með skýrslum og vitt tilvitnuna í skýrslu þetta mál. Þessi bærinn sökum líklegast á fjárhagserfiðleika og hafi ekki farið að tillögum frá 2010. Er bara að leiða til þessara niðurstöðu að það sé verið að splitta skólunum með. Og þó þetta sé stjórnsýslu úttekt eða stjórnunar úttekt á þessu, að breytir það ekki því að skólasamfélag á að reyna að vera undir einu húsi til þess að mynda hagræði. Það hagræði ekki aðeins fjárhagslega, heldur fyrir starfsmenn og nemendur sem þurfa að samþætta sína vinnu, bara út af nýjustu fræðum í þessum greinum. Samþætta, það eru þverfaglegra að nálganir í gangi í námi og annars slíkt. Þannig að ég vil bara meina það að þarna er verið að svara þessu vanda sem að meirihlutinn hérna sjálfur hefur skapað. Já, það er tveir að mælda okkar núna, það er næst tekur máls Lovísa Jónsdóttir, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Ég kemur upp undir þessu sama máli, Ytra Mata grunnskóla og Varmárskóla. Ég ætla að ítreka svona vissar, ég ætla kannski alveg að segja áhyggjur, en minnst það kannski eftir sem áður atriði sem að hafa valdið mér smá varhug. Það er að mér fannst vanta inn í HLH skýrsluna sjálfa að hann hefði rætt við starfsfólk, ég sakna þess, ég sagði það á síðasta bæjarstjórnarfundi, ég hefði þótt það eðlilegt, mér finnst það alveg gott að heyra þó frá bæjarstjóra núna áðan að það hefði svona verið frekar jákvæð viðbrögð á fundinum, það er gott að heyra það, ég hefði gjarna viljað hafa það í skýrslunni sjálfri, engar síður. Svo er önnur svona athugasemd að þá leið að ég er pínu smeyk við þetta að með þessari formlegu skiptingu að þá fari börn í sjöunda bekk sem hét nú 7. bekkur þegar ég var í grunnskóla upp á eldra í sama húsnæði og eldri börnin eru. Ég veit að það hefur verið svolítið langan tíma en það eru hef ég bara heyrt svona sjálf prívat og persónulega þetta eru auðvitað bara einhverja sögusagnir sko ákveðna aðalega með áhyggjur af þessu og þeir sem hafa lýst því yfir við mig hef ég bara hvatt til þess að láta þá fræðslusvið og skólastjórnir vita af þeim áhyggjum sínum. Að því sögðu þá hefur mér alveg þótt ljóst að við þyrftum einhvern veginn að taka betur utan þennan skóla, það hefur öllum sem sitja þetta borð verið ljóst og skýrslan hans Haraldar sýnir þó á nokkurs vafa bara atriði sem að ég ræð alltaf mjög fljótt í þar að segja þessi lögfræðilegu atriði ábyrgð stjórnenda og bara þá þegar þeirra ástæðu þá finnst mér bara ekki hjá því sko komist en að skipta þessu í tvennt
því að núverandi fyrirkomulag með 2 stjórnendur með jafna ábyrgð kann ekki góðri lukku að stýra. Þannig að ég mun styðja þessa breytingu. Ég bara vona að hún verði til góðs, en ég ætla líka að vona að við séum áfram vakandi yfir. Fræðslunefnd tók sérstaklega fram í sinni umsögn að passa upp á að góðir hlutir þeir hlutir sem hafi reynst vel við að hafa þetta í einum skóla, það haldi áfram, sem þá, ef ég skildi rétt og með fyrirvarum að líka ég sé að munda rétt, þessi bara svona eftirfylgni þegar börnin færast milli bygginga, aðri svona praktískir hlutir. Ég ætla að vona að við byrjum þá gefið til þess að halda þeim hlutum sem að sannarlega voru kostur við núverandi fyrirkomulag, þannig að breytt fyrirkomulag verður þá bara enn og betra. En að því sögðu þá bara vona ég að þessi niðurstaða sé skólanum og börnunum og starfsfólkinu til gæfu. Takk. Næstu tekur til máls bæjarstjóri Haraldur Sverrisson. Þú svo Haraldur. Já, forseti, ég skal nú ekki langorðið, mér langar bara örstutt að bræðast hérna við, sko. Ég ætla nú ekki að fara hér í einhvern útukast við fólk út af þessu, en þetta málefni sem að mér sýnist að sé bara mjög góð sátt víðast hvar í skólasamfélaginu. Bara leiðrétti þann misskilning að ef það er misskilningur að þetta snýr ekki neitt að fjárhag sveitarfélagsins. Kemur því máli bara ekkert við. Fjárhagur sveitarfélagsins reynda góður, svo það sé nú líka leiðrétt. Og bæjarsjóður stendur ágætlega. Það, eins og ég sagði hér í upphafi máls míns hér fyrir ræðu minni, þá snýr þetta að því að það komu ábendingar þetta atriði, þar að segja einn skóla og 2 skóla í báðum þessum úttektum. Ytra mati annars vegar menntamálaráðuneytisins, því að þá var Menntamálastofnunin ekki til árið 2010 og svo Menntamálastofnunin sem var til síðar árið 2000, lok ársins 2019, það er rétt hjá bæjarfulltrúa Svein Óskari að skýrslan er dagsett á. Og ábendingar þetta. Á þeirri ástæðu var fenginn hlutlaus sérfróður aðili til að gera þessa úttekt á stjórnskipulaginu. Þetta eru hans tillögur og þær voru rökstuddar ágætlega og ræddar og þannig að af þeirri ástæðu gerir ég ráð fyrir því að þeir umsagnaraðilar og þeir aðilar sem fengu þetta til skoðunar séu jákvæðir fyrir þessari breytingu. Og ég ætla síðan ekki að fara að ræða þetta frekar á þessum nótum. Það kemur fjárhag sveitarfélagsins ekkert við. Orðið laust ábyrgði bæjarfulltrúa fyrsta mál. Kolbrún Þorsteinsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Ytra mat á grunnskólum, varmárskóla heitir það. Já, takk forseti. Það sem sagt, eins og komið fram, þá liggur fyrir umsögn frá fræðslunefnd sem var beiðni bæjarráðs að fræðslunefnd myndi gefa umsögn. Og það hefur líka komið fram að fræðslunefndin allir fulltrúar voru jákvæðir gagnvart þessari tillögu og umsögnin ber þess merki eins og þið sjáið kannski í bókun fræðslunefndar. Já, vakandi yfir skólanum sannarlega. Sannarlega eigum við að vera vakandi yfir varmárskóla. Það er eiginlega enginn sá skóli sem við höfum verið jafn vakandi yfir og þurft að standa jafn mikinn vörð eins og varmárskóla síðastliðin ár. Og við munum gera það áfram. Þarna er stjórnskipulag, verið að skoða það og eins og fram kemur í úttektinni hjá HL ráðgjöf að þarna var að tala við stjórnendur, deildarstjóra og hann lýsti því líka sjálfur á kynningunni inn í fræðslunefndinni að hann hefði ekki talað við kennara vegna þess að þetta væri ekki þess eðlis úttekt en svona lýsti því hún sjálfur að það er kannski auðvitað átt að gera það, ræða við kennara varðandi þessa úttekt
En það var alltaf gert þegar að ytra matið fór fram, þannig að það lágu fyrir ákveðna niðurstöður frá kennurum í varðandi ytra matið áður en að færi í stjórnunar, sem sagt í þessa stjórnskipulagsúttekt. Og ég vil kannski líka segja frá því að fulltrúi kennara í fræðslunefndinni er gríðarlega öflug kona og hún ákvað það af því að það var haldin kynning fyrir alla kennara, allt starfsfólk skólans og þegar það segir sér sjálft kannski á risastórum einhverjum 70-80 mannafundi að þá kannski ekki allir að rétta upp hönd og segja skoðun sína. Þannig að hún lagðist bara í smá rannsóknarvinnu og heyrði í fólki, í kennurum og mér fannst það bara jákvætt, en hún er fulltrúi kennari í nefndinni og mér fannst mikilvægt að hún færi á stað og gerði það og stóð sig gríðarlega vel í því. Ég veit ekki hvað hún talaði við marga og ég veit ekkert við hvað hún talaði, en hún sagði mér að bara það var samróma álit allra þessar kennara sem hún talaði við, handa hófskennt, og hún ákvaði að hringja í einhverja, að þær voru allir sammála þessari niðurstöðu. Að þetta væri besta niðurstaðan fyrir þessar tvær byggingar. Varðandi áhyggjurnar að það að 7. bekkurinn sé í eldri deildinni er náttúrulega, ég ætla ekki að lýsa því hvernig þetta var þegar það var ákveðið fyrst að færa 7. bekkinn upp yfir. Það var nú aldeilis mikil umræða þá. En ég held að nemendur sem hafa farið upp í 7. bekkinn hafi farið upp í eldri deildina með 7. bekkinn, það hafi bara gengið ljómandi vel og það hafi verið haldið sérstaklega vel utan þann hóp og hann er svolítið sér. En þar sem ég er nú hlynnt blöndun í skólastarfi, þá finnst mér bara einmitt að megi ekki vera að draga allt og skýra línur, en vonandi verður það ekki gert heldur. Þó að það séu 2 stofnanir sem verða reknar af 2 skólastjórum, þá erum við ekki að fara að byggja neina múra á milli þessara 2 stofnana. Ég bara vona að það verði áfram þetta sama flæði og er, þó að einingarnar séu reknar undir sitthvorum lyklinum og samtalið verði áfram. Og þegar verið að færa börnin, þegar að færast á milli húsa, þá þarf að hittast eða það er eitthvað sérstakt með ákveðna nemendur. Og ég vona bara að það samtal haldi áfram og það mun gera það. Þetta er náttúrulega fagfólk sem veit nákvæmlega hvernig á að leysa svoleiðis verkefni og bara stjórna skóla, stjórna daglegu skólastarfi. Það sé ekki neina breyting á því nema kannski bara til eins betra og svona skilvirkari svörum eins og hefur komið fram. Varðandi dagsdaglega skólastarfið, að þá er það nú bara ósk mín að nemendur eigi ekki að finna neitt fyrir þessu. Þetta er bara, þarna er verið að skipta þessum 2 húsum og ég fór nú yfir þetta með mjög svo gagnrýnum syni mínum í 10. bekk og hann hakkaði í öll box og sagði alltaf já mamma það er þannig, mamma það er þannig og það er þannig þegar ég var að útskýra fyrir honum svona hvað gæti mögulega breyst og en þannig að hann sá ekki fyrir sin eina breytingu sem nemandi og þannig að ef við gerum þetta sem ég hef trú á að það takist bara mjög vel, það eiga nemendur ekkert að finna neitt fyrir þessu. Það snýst fyrst og fremst stjórnun skólans og betri skilvirkari stjórnun. Þannig að flæðið á að vera áfram og mér finnst í rauninni bara á flæðið að vera eins mikið og mögulegt er á milli stofnana okkar, bara stofnana í alls konar starfi og megi gera miklu meira því að fella niður múrar í skólastarfi. Þannig að þetta er svona allavega mín sýn á þetta verkefni og ég hef trú á því að þessi vinnuhópur sem verður tilnefndur í þetta og með gríðarlega mikla reynslu bolta í þeim hópi, að þá muni þetta verkefni heppnast. Og ég vil líka ítreka það og taka undir það sem bæjarstjóri sagði, þetta kemur ekkert við neinum fjármálum eða einhverjum eldgömlum hugmyndum einhverjum mögulegum byggingum á milli húsana sem var bara eitthvað sem var sett fram hérna á sínum tíma. Það er búið að reka alls konar skólastofnanir út allt land í sittvoru húsinu og ekki sé byggður gangur á milli. Þannig að þetta er náttúrulega bara rök sem haldi ekki neitt og bara alltaf það sama sem kemur úr þessu horni. En þetta er bara það sem ég vildi segja og sem fulltrúi fræðslunefndar í þetta borð að það gladdi mig mjög að sjá og heyra hvað rauninni allar raddir voru jákvæðar og allir til í þetta vildu
standa bak við þessa tillögu sem var hérna lögð fram og ég ætla líka að segja bara fyrir mitt leyti þá var ég ekkert endilega alveg búin að gera upp hug minn þegar að það var farið af stað með þetta verkefni. Af því að mér fannst rauninni ætti að vera, mér fannst skólinn bara að vera góður eins og hann var. En ef þetta er ósk stjórnenda og starfsmannanna og niðurstaða þessar ráðgjafa, þá sem maður hefur náttúrulega séð sitt hvað, þá náttúrulega mun ég fallast á það. Takk fyrir. Já, forseti hefur nú sett sjálfa sig hér á mælendaskrá og þannig ég að gera grein fyrir atkvæði sem ég svona fyrirfram og bakvæmt og bakvæmt ég mun greiða þessu atkvæði, það er að segja niðurstöðu bæjarráðs sem að bæjarstjóri las hérna upp áðan. Það er nú búið að fjalla þetta hérna núna, það var gerð úttekt og það sem var mjög skýrt það var eindregin niðurstaða þessi ráðgjafa. Síðan var staðið mjög vel að kynningunni í skólasamfélaginu, með stjórnanda og fræðslunefndar. Undirtektir voru á þann veg að mér finnst bara ekkert annað komið til greina en að styðja þá niðurstöðu. Það hefur svo sem í gegnum tíðina verið svona ýmist konar form á því sundur saman þannig einn skólastjóri og tveir skólastjórar í þessari sögu. En ég ætla ekki að fara að rekja hana, en mér finnst þetta að vera eindregin niðurstaða þannig að ég vona bara að þetta verði til farsældar. Þetta eru tillögurnar hjá sérfræðingum og þeim sem eru að halda utan þetta skólastarf, sem mjög mikilvægt. Einn punktur bara með það að skólinn mjög stór, bara svona hvað var að fjölda eins og núna og það einn liðurinn að skipta því upp. Minnka þá fjöldan í skólanum. Svo mörg voru þau orð og þá ætlar forseti að ganga til sætis og gefa Lóvísu Jónsdóttur bæjarfulltrúa orðið. Skal sem það nú það? Takk fyrir. Það kom nú bara svona yfir með pínu nostalgía og sagði hvað á barnið að heita? Erum við að fara að sjá endurvakningu gagnfræðaskóla á Mosfellsbæ? Og eitt kannski þetta eru komin einhverja pælingar með það á að fara bara í gamla góða Gagg og Mos sem að ég alltaf verða sögum tilfinningalega skildis að vera stiða eða kannski gera eitthvað skemmtilegt með að velja nýtt nafn fyrir gamla herra. Já, það var gaman að sjá það, við. Bara með því berjast að svara, sko. Já. Lítum við, það var Getur ekki svarað þessu? Eða bara. Rúnar Bragi Guðnason. Þú varst búinn að biðja orðið og þú færð það hér með. Gjör svo vel, Rúnar Bragi, bæjarfulltrúi. Forseti, kæru bæjarfulltrúar, kemur undir þessu máli eins og þeir. Mér langar bara að segja að ég ætla að styðja þessa tillögu. Fyrst og fremst þess að ég held að þetta muni bæta hag skólans, bæta hag kennara, bæta hag nemenda. Ég ætla að vona að nemendur finni fyrir því að þetta verði auðveldara umhverfi, þetta verði betri skóli, hvort sem hann heitir Gagg og Mos eða hvað sem hann mun heita eða hvort hann heitir bara Varmárskóli. Ég held að þetta sé bara góð lausn sem að hér borin fram og hefur verið könnuð og ég held og ég vona að allir verði ánægðir, bæði kennarar, starfsmenn skólans og nemendur. Margrét Guðjónsdóttir hefur beðið orðið bæjarfulltrúi. Gjör svo vel, Margrét. Já, bæjarfulltrúar, ég vildi bara koma hér undir þessum sama liðum Ytra mat Varmárskóla og gera grein fyrir atkvæði mínu að ég styð þetta ef að þetta er vilji kennara og stjórnenda og þeir sem eru að gera mat á ástandi Varmárskóla því ég held ég hafi nú ekki leyst hér af og komið eins sem varamála á hans að eitthvað er rætt Varmárskóla og það er svo sem vel því það þarf að gæta honum og öll viljum að honum sem best og ég held bara að skólinn sé mjög stór og þetta ætti að vera hagur allra að það sé bara tveir skólastjórar þessu verði skiptu. Ég hef ekki áhyggjur af aldri barna hvort þau eru 7. eða 7. bekk þegar það yfir. Ég treysti bara fagaðilum þar til þess að standa þar að vel að verki og ég vona bara þetta verði til farsældar fyrir skólann. Takk fyrir.
Já, og við höldum áfram með mældaskrána. Það er Ólafur Óskarsson næstur og síðan bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Björnsson, bæjarfulltrúi Ólafur Óskarsson. Forseti bæjarfulltrúi. Maður stenst ekki það að hér er almennt farið að gera grein fyrir atkvæði sínu áður en að það verður gert. Þá er ég að hugsa að gera alveg grein fyrir mínu atkvæði. Og ég satt nú í bæjarráði þegar þetta var tekið fyrir þar og studdi þetta mál þar og hyggst gera það áfram. Svo sem ekki skipta skoðun. Þó svo að við getum sagt svona nánari yfirlestur eða annan yfirlestur á skýrslu HLH ráðgjafar og kannski lesið með öðru gleraugu þá vöknuðu svona ýmsar spurningar það hvort þess að það er gefnum þetta kost á 3 leiðum sem það er farið yfir og niðurstaðan að fara þá leið að skipta skólanum upp í 2 skóla var svona álitinn heppilöst og ég er svo sem alveg á því ennþá að það sé trúlega skásta leið. Þó finnst mér að það hefði kannski í skýrslunni þegar í greiningunni þá hefði kannski mátt það er gerð til dæmis svona kostagreining plúsa og mínusa á núverandi stöðu og ég var svona að veltaði fyrir mér hvernig það hefði litið út með svipuðum hætti að það hefði verið gert við þá 3 kosti sem voru settir fram. En ég held að það sé ekki það stór munur, ég held að raunverulega það var sá vandi sem hefur plagað þetta skólastarf þarna þó nokkuð skeið og við þekkjum öll hérna á þeim umræðum sem hafa verið gegnum tíðina, ýmis mál sem þarna komið upp, að ég held að það sé alveg ferðarinnar virði að prófa að fara þessa leið. Þannig að ég mun styðja þetta mál. Já, þá tekur næstu til máls bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, ég kem undir þessu sama máli, Varmárskóli Ytra Mat, eða Ytra Mat grunnskóla, Varmárskóli, og ég boða bókun undir þessu leið, forseti. Það sem ég langar að árétta er einfaldlega sá vandi sem mér finnst vera upp í þessu. En í fyrsta lagi, þráttur að þetta sé kynnt starfsfólki. Þá er lögð áhersla á það að þátttakan í verkefninu af hálfu kennara sé virk. Hún var ekki þessu. Og eftir á kynning, hún segir ekkert það. Fólk hefur ekkert áhrif lengur eftir að skýrsla hefur komið út með efni skýrslunnar. Þetta finnst mér vant. Og ekki í samræmi við áherslurnar frá Menntamálastofnun. Þetta finnst mér svona verið tekið dálítið léttvægt á því hér að þetta vanti. Þetta er starfsstéttir, þetta er fagstéttir og við ætlumst til þess að fagmenn sem vinna til dæmis svona skýrslur þeir sé að vinna verkið með góðum og ábyrgum hætti sem ég efast aldrei nema ég gagnrýni stundum slíkar skýrslur. Það er bara hollt að gagnrýna og enginn að verða fá kynróða við að hlusta á slíkt. Eftir stendur hér í þessari skýrslu og það var ekki rætt við kennara. Og það eru sérfræðingarnar á staðnum í kennslunni og svo er rætt stjórnun, þetta sé bara stjórnun. Það er ekki bara stjórnun, þetta er stórt mál, það hefur áhrif á allt skólasamfélag. Og þetta þarf alltaf samkvæmt bara stjórnsýslufræðunum þá við
stjórnun og skipulagsheildir og stjórnun sem kennt við háskólann, meðal annars. Það er lögð áhersla á þessa samþætting og að það sé rætt við þá sem máli varðar. Þá eru innleiðingi betri, þá fást upplýsingar sem annars er hætta á að séu ekki teknir til greina. Eitt af því, vil ég minna, sé þessi faglegi þáttur á samstarfi kennara. Og það breytist. Ef að þetta er svona mikilvægt að splitta upp, forseti, Já, það fyrir að fundamenn hafa hljóðuleg ágætt að bæði bæjarstjóri og samskiptastjóri bæjarins fyrir smá virðingu fyrir hljóð fundina. hérna, skulum halda okkur við málið, bæjarfulltrúi Suðurlandsdal. Takk, forseti. Það skiptir máli í þessu efni að ef að við erum að tala sérfræðinga og við erum að hlusta á það og svo framvegis, þá finnst mér eðlilegast að það sé hlustað á fagstéttina sem eru að kenna. Það er það. Það skiptir máli. Og það skiptir máli að við séum að taka ákvörðun stjórnun þegar það hefur áhrif á skólabraginn allan. Og ekki aðeins vegna þess að það skiptir máli út frá einhverju stjórnsýslufræðum eða stjórnunarfræðum almennt, heldur vegna þess að það er yfirstjórn menntamála í landinu sem er áréttað 2019. Og segja það að skýrslan frá 2010 sé hundgömul og þá eigi að afgreiða hann út á borðinu það að það ætti að teki í byggingu. Og nú skipulagsmál þannig að þau eru flest hundgömul vegna þess að þau eiga að endast lengi. Og það að séu einhverjar umræður og hringingar út í bæ og vera að spurja einstaklinga niðurstöðu sem hann liggur fyrir er ekkert innlegg í skýrsluna. En varðandi þetta mál, þá vona ég að þetta gangi vel. Ég vona það svo saman. Og ég vona að allir komi vel út úr þessu á endanum, bæði nemendur og kennarar, og séu ánægðir. Ég vona það svo hjartanlega. En ástæðan fyrir ég sitt hjá er sú að æðsta vald í málefnum menntunar á Íslandi hefur gert athugasemdir þess efnis að hefði átt að tala við kennara og aðilar sem að málinu tengist. Á meðan það er ekki inni og er eftir á kynning, sé ekki búið að tala við á áður en skýrslur unnin, þá fyrir mitt leyti finnst mér farið að skjön við ábendingar í skýrslu Menntamálastofnunar 2009. Það er þess vegna, en ég vona svo innilega að þetta gangi vel eftir. Og mun senda bókuna á forseta ekki þetta. Já, ég skal fara yfir það hérna, en hérna umræðin er þá lokið. Það er ekki nú mælaskrá. Við munum greiða núna sérstaklega atkvæði þetta því að ég bæri að búið að hjásetu en samband við bókunna þegar það verið búið bókun þá langar mig hérna ágætu bæjarfulltrúar að lesa hérna 2 línur úr samþykktu bæjarins 15. grein jóðlið sem heitir réttur til bókunar. Það stendur þeir sem hafa rétt til að taka þátt í umræðum í bæjarstjórn eiga rétt á að fá bókaðar í fundargerð stuttar athugasemdir afstöðu til þeirra mála sem til umræðu eru. Þetta er þessi jóðlið í 15. grein. Þannig að það sé sagt hér upphátt. En forseti er bara best að ljúka þessum lið núna. Umræðan er lokið og næst er þá komið að atkvæðagreiðslu eingöngu þetta mál og síðan verður lesin upp bókum frá bæjarfulltrúa M-lista. Ég ætla að biðja hann að senda þetta á ritara
og forseta og forseti þá tökum við bókunarskeiðið. En þá er það næst komið að atkvæðagreiðslu þetta mál. Þeir sem að staðfesta niðurstöðu bæjarráðs í þessu máli þetta með réttu bönd. Einhver á móti, svo ekki. Hún er staðfest með 8 atkvæðum, einn situr hjá. Og þá er komið að bókunni. Það er ekki komið, ég gerði það bara fundarhlé á meðan hún kemur. Það er smá fundarhlé og
Við hefjum það fund að nýju og það liggur hér fyrir bókun fyrsta mál fundargerð bæjarráðs frá 4. febrúar. Það er bókun frá bæjarfulltrúa M-lista og forseti ætlar að lesa hana hér úr punktunum. Hún er svohljóðandi. Bókun M-lista. Fulltrúa Miðflokksins vill árétta að ekki var leitað til kennara við gerð þessa ytra mats sem liggur til grundvallar því að skipta Varmárskóla upp í 2 skóla. Í samantektsskýrslu Menntamálastofnunar og ytra mats á Varmárskóla frá 2019 segir meðal annars tilvitnun hefst, tækifæri til umbóta í stjórnun og faglegri forystu. Gæta þarf þess að allir hagsmunaaðilar skólasamfélagsins hafi rödd og komi að samstarfi og ákvarðanatöku skólasamfélaginu í samræmi við lög og reglugerðir. Í skýrslu Menntamálaráðuneytisins frá 2010 segir meðal annars, tilvitnun hefst, óleiðið er að unnið verða úrbótum, húsnæðismálum með tengibyggingu milli skólahúsanna en þá fyrst verður hægt að tala sameiningu skólanna tveggja sig lokið þegar öll starfsemi Varmárskóla er komin undir eitt. Ekki hefur verið farið að þessu tilvitnun lýstur þar og síðan hér heldur bæjarfulltrúi M-lista áfram. Ekki hefur verið farið að þessum ábendingum, það er miður. Sökum þess situr fulltrúi Miðflokksins hjá. Og þessi bókun hefur verið send í riddara og við fært til fundargerðar. Við höldum það áfram með fundin, við erum búin að klára þetta mál. Það er umræður og afgreiðslu. Þannig að forseti ætlar að gefa þá orðið laust eitthvert af hinum málunum. Það er að segja 8 mál voru á dagskrá á þessum fundi og ég gef orðið laust. Það er bæjarfulltrúi Lóa Jónsdóttir er beðin orðið. Það mun vera svo mikið sem mál 2.4, fjármögnun samkvæmt fjárhagsáætlun. Það er til þess eins að við erum afsakaðir að opna hérna, að þetta er náttúrulega bara í samræmi við það sem að var samþykkt og ég hef engar athugasemdir við það. En nú þurfum við, bæjarfélagið, að taka lán og borga því vexti sem að koma til með að kosta bæjarfélagið náttúrulega mörg yfir lánstímabilið tæplega 200 milljónir bara vaxtagreiðslur og mér þykir það afskaplega leitt að sjá það nú þegar raungerast að þegar að ríkið er í þeirri stöðu að geta tekið lán á 0% vöxtum þá þurfir bæjarfélagið að taka lán á vöxtum. Mér hefði þótt mjög gott að á athugasemdir og óskir sveitarfélagið hefði verið hlustað hér fyrir í vetur og komið til móts við það til þess að tryggja okkur betri vaxtakjör. Því að þó að þetta sé vissulega ekki háir vextir heldur en það sem almenningur þarf að borga, þá er munur á því að borga 0 eða rétt rúmlega 1%. Þannig að það er enginn hér við þetta bara sem getur stjórnað þessu, ég gerir mig grein fyrir því, en ég hefði gjarnan vilja sjá að ríkisstjórnin hefði hlustað á okkur. Þeir eru valdast að núna Margrét. Og ég er ekki búin að byrja það. Fyrirgefðu, það er ekki tennarlíf. Nú fyrirgefðu, já. Fyrir þá var það Haraldur Sverrisson mál 2.4, fjármögnun samkvæmt fjárhagsáætlun 2021. Gjörðu svo vel, Haraldur. Forseti, upplýsingar fyrir bæjarstjórn og þá líka fólk sem átti fund hlusta. Já, það er margbart búið að ræða það og ég veit ekki betur en það sem til skoðunar er þau, bæði Seðlabanka og fjármálaráðuneyti að það sé hægt að stuðla betri lánskjörum fyrir sveitarfélög í gegnum útboð ríkisins á skuldabréfum og öðru slíku. En fyrsta lagi ríkið fékk ekki
fjármögnun á 0% vöxtum. Ég held að það nú verið einhverjir 14 til 20 punktar sem að ríkið þarf að borga, en það er náttúrulega ótrúlega lágt. En það er reginmunur á lántöku ríkisins í því útboði og þessu útboði Lánasjóðs sveitarfélaga. Þannig sá að útboð ríkisins í evrum. Það gengist sitt lán. Og ég bara sem framkvæmdastjóri þessa sveitarfélags myndi ekki geta mælt með því á þessum tíma að sveitarfélagi fjármagnaði sig á gengistryggðu láni eða láni með erlendum gjaldmiðlum. Þrátt fyrir það að það munaði þarna kannski 1% í vöxtum. Þannig að við erum að taka lán í íslenskum krónum, verðtryggt með þessum vöxtum og það á þessu er reginmunur. Það réð fjárhag nokkurra sveitarfélaga nánast að fullu í bankahruninu að vera einmitt með stóra hluti sínu lánasafni í erlendum gjaldmiðlum. Það reið líka mörgum heimilum að fullu að hafa gert það. Ríkissjóður alltaf hans eðlis. Hann er það stór og sterkur að hann á að dreifa sinni áhættu með þessum hætti. En ég myndi ekki vilja mæla með því í dag að Mosfellsbær fjármagnar sig í erlendum lán. Það er engin, veistu þetta mál, fjórða mál? Svo er Jónsdóttir aftur, þegar beðum orðið, Kjartan Rósa, hvað er trúi? Það er kannski að árétta að svo að það segja engin misskilningur það að ég var ekki að mæla fyrir því að bærinn tæki lán í erlendri mynt, heldur að ríkið gæti haft milligöngu það sem hefur verið rætt að hvort að ríkið geti haft þessa milligöngu þannig að lánakjör séu lægri, en ekki að sveitarfélagi per sé að taka gengistryggð lán. Það var ekki það sem hér stendur átti við. Það er engin beðum orðið þetta mál, þannig að forseti lítur svo á að umræðan það sé lokið, fjórða mál. Þá höldum við áfram og Margrét Guðjónsdóttir, þú ert búin að biðja orðið eitthvað mál þarna og ég ætla bara að gefa þér orðið. Ég veit ekki hvaða mál það en það kemur nú í ljós. Já, fulltrúar forseti, það er mál 2.3, þjónusta sveitarfélag, Garðum. Það var samþykkt á 75. fundi bæjarstjórnar að vísa til bæjarráðstillögu bæjarfulltrúa Ellistöðum að kaupa aukaspurningar frá Gallup vegna skoðanakannana sem þeir gerðu núna á árinu 2020. Mér langaði að spyrja bara hver væri staðan með kaupa á þessum spurningum. Mér finnst þetta fróðlegt og mikilsverið fyrir okkur bæjarstjórnarmenn að fá þessa heildarmynd af stöðu íbúa, bara hvernig þeir meta fjárhagsstöðu sína og hvernig þeir telja horfur með tilliti til starfsöryggis þeirra. Í aukapakkanum sem var í boði eru 4 spurningar sem varða fjármál heimilanna, starfsöryggi og COVID-19. Og þarna fáum við mælanlegar niðurstöður og þetta er bara eitthvað sem gæti verið mjög áhugavert fyrir sveitarfélagið að fá niðurstöðu Ég veit ekkert hvort að niðurstöðunar eru góðar og slæmar, ég veit að það er búið að leggja þessar spurningar fyrir og spurningarnar eru hversu góð eða slæma telur þú fjárhagsstöðu heimilisins verið í dag? Spurning 2, ef þú horfir til næstu mánaða telur þú fjárhagsleg staða heimilisins muni batna, standi í stað eða versna? Spurning 3, hversu mikið eða lítið telur þú starfsöryggi þitt verið í dag? Og spurning 4, hversu ánægður eða óánægður ert þú með aðgerðir sveitarfélagsins þíns vegna COVID-19? Og kannski er fróðlegt fyrir okkur einmitt að fá svar þarna við spurningu 4. Þetta er bara mín fyrirspurn. Já, Takk fyrir. kannski geti uppfyllt þetta, það var samþykkt á þessum fundi, sko, að hlutast spurninguna, en Haraldur Sverrisson, þú ert búinn að biðja orðum þetta nátt. Já, ég er ráð fyrir því að þetta verður þá tekið fyrir á næsta bæjarráðsfundi, þannig að bæjarstjórnin búin að staðfesta þessa fundargerð. Já, það er að segja svörin. Takk fyrir. Já. Skulum sjá.
Við erum að ræða þriðja mál, en að rétt skilja að þú vilja ræða það, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Þjónusta sveitarfélaga 2020 Gallup, hér það nú í fundarboði. Forseti. Undir þessum lið lögð fram tillaga sem samþykkt með einu atkvæði fulltrúa D-lista sitja hjá. Það var nú fagnaðarefni að fá þá fulltrúa hérna í pontu til að svara fyrir ástæðuna fyrir því að þeir vilja sitja hjá að upplýsa almenning stöðu okkar ágæta fólks hérna í bænum. Mér finnst þessi tillaga afar góð og við erum ábyrg með því að spyrja þessara spurningar. En hverju heilsar með sjálfstæðismenn að sitja hjá undir þessar afgreiðslu? Hversu nú engin fjóls, jú, þannig að bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson beðið nú við. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég skal svara þessari spurningu. Ástæðan svo að við áttum ágætis umræðu þetta í bæjarráði þar sem að við fórum svona yfir hverju við teldum vera mögulegt gagn af þessum spurningum. Það eru gerðar kannanir á öðrum vettvangi sem að eru mun stærri sem að þá verið að fylgjast einmitt með þessum atriðum þó þess ekki ekki nákvæmlega sömu spurningana. Við vorum mjög efins það að við fengjum einhverja niðurstöðu sem að myndi kannski skipta máli umfram þess upplýsingar sem að við fáum annars staðar frá og höfum fengið í tengslunni hennar faraldurs. Og þetta er nú ekki stórar upphæðir sem að þessi viðbót kostaði. Við vildum ekki sitja hjá, við vildum ekki vera á móti málinu, þannig að við ákvæðum bara að sitja hjá og sjá hvernig það myndi fara og þessar spurningar verða á keyptar og verður þá upplýst niðurstöðu þeirra þegar að þessi fundargerð er búið að samþykkjast og það bara fínt að skoða hvað kemur út úr því og sjá hvaða gagn við getum fengið út þeim mögulega til þess að fá betri heildarmynd á það. Takk fyrir. Já, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson þriðja mál aftur, gjörðu svo vel. Þjónusta sveitarfélaga 2020 Gallup. Eitt til það. Forseti, það er ekki mikil hálka úti en fulltrúinn sem var gat snúið sig í heilhring á þessu gólfi í þessu máli. Hann byrjaði því að segja ástæðan fyrir því að hann situr hjá og sjálfstæðismenn hafa setið hjá. Það verið svo að þeir ekki vitað hver niðurstaðan yrði úr því að panta. Hvernig er hægt að vita það fyrir? Markmiðið er að biðja spurningar einmitt til þess að fá svör og síðan fagnar því að það verði spurt að þessu og kannan í lok ræðu sinnar. Þannig að hann fór í heilhring. Og í upphafi er verið að tala um það að fá ítargögn frá Gallup. Ítarlegri upplýsingar stöðu okkar fólksinn í bænum í miðjum faraldri og Sjálfstæðisflokkurinn situr hjá. Svo er verið að fabúlera að það séu einhver aðrar kannanir sem hugsanlega væru betri og önnur gögn betri og svo í lok ræðunnar fagnar bara því að það eigi að spyrja þessu en þeir sátu samt hjá. Mér finnst pólitísk afstaða liggja náttúrulega í því að sitja hjá. Það er pólitísk afstaða. Mér finnst útskýringarnar ekki fullnægjandi frá fulltrúa okkar og formanni í bæjarráði. Hann í raun og svarar ekki spurningunni hvers vegna þið sátu hjá. Þetta fór bara í heilhring. Já, Margrét var sjónum með Svara þetta? Já, það er hérna Já, meðan sem hún sem fylgir. Já, það er Margrét, já, við sko halda fundarformanni, einn fundarstjóri
Margrét, þú ert sjónarmið á undan, en svo kemur Ásgeir Sveinsson. Takk fyrir það. Já, forseti, einmitt sko, ég hef ekkert á móti spurningum og könnunum annars staðar frá, bara verða velkomnar eða geta hjálpað okkur og sýnt okkur eitthvað. Ég bara veit ekki akkurat núna hvaða kannanir eru í gangi sem sýna akkurat sko, sem eru mælanlega hvernig íbúar okkar sveitarfélags mælast og niðurstaða þeirra miðað við sko önnur sveitarfélög. Og mér finnst það bara hjálpa okkur, við erum ekki neitt, svo sem hérna við getum ekki verið, við erum, jú, það má kannski segja við sem við svolítið keppni að reyna að standa okkur vel í öllu, en við þolum það líka alveg að sjá, er eitthvað sem kemur öðruvísi út hjá okkur heldur með öðrum sveitarfélögum og fólk telur svo að vera, og það gæti gefa okkur bara möguleika þá að bregðast við, fræðast og grípa inn í. Takk. Einn af mældarskrá, næstur Ásgeir Sveinsson, gjörðu svo vel, Ásgeir, það er með því. Það reyndar Hólmbrún Þorsteinsson var búinn að biðja orðið. Forseti, bæjarfulltrúar aftur út í sama máli. Leiðrétta bæjarfulltrúa Svein Óskar. Ég hóf mál mitt að segja og útskýrði af hverju við sátum hjá vegna þess að við höfðum miklar efasemdir að þetta myndi hafa mikla þýðingu fyrir bæinn að fá svör við þessu spurningum. Okkur fannst það bara, við vorum bara ekki sammála að það væri mjög góðar. Og hérna vísa þá aftur í það að það er verið að gera kannanir á stærra sviði þar sem að ég er að spyrja út í þetta og þess vegna svaraði því að við töldum að það væri lítið gagn af þessum spurningum miðað við hvernig þær voru orðaðar. Það var ástæðan fyrir því að við ræddum þetta í bæjarráði og síðan tókum við það ákvörðun að setja ekki stein í götu málsins og síðan sagði ég að lokum að ég fagnaði ekki því að það voru keyptar heldur. Ég vona að það komi eitthvað út úr þessu sem við getum haft gagn af. Þannig að endilega kveikt á heyrnartækinu og Sveinn Óskar og reynda að hafa rétt eftir. Kurteis hér, skulum halda áfram. Kolbrún, þú ert næst að mældarskrá, gjörðu svo vel Kolbrún, það er það við. Ekki tala milli borða á getur bæjarfulltrúar. Takk forseti. Ég hef nú ekki hér á margra ára í tíminni sem bæjarfulltrúi rekið fólk í pontu til að spyrja það af hverju það sagt já. Ég hef nú bara látið það svona vera niðurstöðu þessa einstaklinga sem að ákveða hvernig þeir kjósa. Og hér kemur reiðmaður vindana hér í pontu og rekur fólk upp til að svara fyrir það af hverju það sagt já. Og ég bara, þetta er kannski, og ég hugsaði að mér, ég er ekkert að fara að svara þessu, en úr því að formaður bæjarráðs kom og gerði grein fyrir sinni afstöðu að þá ætla ég nú bara að gera það líka, en ég meina, mér finnst engin ástæða til að vera láta reka mig í pontu, en ég er nú svo sem kom hingað í pontu til að svara fyrir þetta, sem að ég er eiginlega andstætt því sem að mig langar að gera, en ég ákvað að gera það. Sko, þessar tvær spurningar sem var ákveðið að bæta við, gott og vel, sko, í hjarta mínu algjörlega eigum við að áttur fjórspurningar, takk, eigum við að sannarlega fylgjast með þessu, en þetta er þjónustukönnun og við erum ekki að kafa mjög djúpt ofan í hana og sannarlega er gott fyrir þá sem eru spurðir að fá að svara. Þetta er einhvers konar, það er margar hliðar á þessu, en eins og ég lít á þetta, við erum með fjölskyldusvið sem fylgist mjög vel með gangi mála varðandi stuðning, fjárstuðning, fjárhagsaðstoð heitir það, varðandi fjárhagsaðstoðina og varðandi atvinnuleysistölur og alls konar. Við fáum þessa tölfræði alla frá sviðinu, bara reglulega fáum við þessar niðurstöður. Þarna er spurt þjónustuna og ég hugsaði að þetta er kannski eitthvað varðandi það að fá upplýsingar varðandi COVID og sérstaklega kannski byrjun faraldrar þegar fólk var svolítið óöruggt bara með þetta allt saman eins og við vorum öll. Og þannig að sko, þegar svona niðurstöður liggja fyrir, að þá finnst mér náttúrulega að bærinn þurfa að bregðast við. Það er svona ábyrgðar hluti. Ef við komum einhvers staðar illa út, að þá köfum við ofan í það og skoðum betur hvað þarf að gera. Þarna er ekki beinlínis
sem að ræða það að bærinn geti kafa kannski akkurat ofan í þessi tilteknu atriði. Þetta er ekki beinlega sko varðandi skólana eða þjónustu við aldraða eða fatlaða eitthvað svona, en þetta er bara svona staða í bænum og ok, hvað ætlum við að gera? En hérna, ég er ekki misskilja með þannig að ég vil ekki vita það, en við viljum, sko við fáum að vita það annars staðar frá eins og búið að lýsa því hérna. Þess vegna fannst mér, ástæða mín er sú að þetta varðar þjónustuna sem bærinn er að veita og þá myndi ég kannski sjá kannski niðurstaðan með spurningunni kannski COVID-spurninguna. Veitti bærinn nógu góður upplýsingar meðan á þessum faraldri stóð og þessum 3 bylgjum sem gengu yfir. Það hefur verið mjög forvitnilegt að vita það. En þá getum við líka spurt gerðu almannavarnir nógu vel, af því að hér var ákveðin bara ferill og hér var ákveðin bara kanalar sem var algjörlega farið eftir. Öll sveitarfélög stóðu algjörlega saman að því hér á höfuðborgarsvæðinu. Og sko, það er svona vont að heyra það að maður sé rekinn í pontu og segja byrju af hverju svara sast og já í þessum spurningum að það berði ekki ábyrgð hérna manneskja. Og ég bara, já, hér er mitt svar. Ég ákveða að sitja hjá vegna þess að þetta varðar ekki þjónustu stofnana bæjarins sem við sem bæjarstjórn berum ábyrgð á. Það varðar aðra hluti, en gott og vel, ég var sjálf á báðum áttum með þetta og þetta var niðurstaðan. Ég held að þetta sé annað skipti á þessum 10 árum sem ég hef verið hér varabæjarfulltrúi og bæjarfulltrúi sem ég hef setið hjá. Og þetta er ástæðan, af því að þetta varðar ekki stofnanir bæjarins, þetta varðar ekki það að við getum brugðist eitthvað við þessu, en sannarlega, eins og ég ítreka aftur svo að ég verði örugglega ekki misskilin, allar þessar upplýsingar varðandi fjárhagsaðstoð og atvinnuleysi okkar íbúa er að finna í miklu betri gögnum upp á fjölskyldusviðinu. Þetta var ástæðan, en algjörlega mér að meina lausu að þetta var krafa fulltrúa L-lista og allir vilja leggja sitt af mörkum, allir vilja gera betur, allir vilja koma á borðinu og koma með betri þjónustu fyrir okkar íbúa og þetta var staðfest af fulltrúa Samfylkingarinnar sem samþykkti þessa það sé kaus með þessu, því hann elskar svona þjónustukannir, þetta er gamalt grín á milli okkar Óla, en Óli veit hvað ég er að tala. En þetta var sem sagt, þetta var bara niðurstaðan, ég vona að þið skiljið mig, ég er kannski búin að fara svolítið út á suður, en þetta er niðurstaðan, þetta varðar ekki þjónustu okkar stofnanir og ég held, og ég hef ekki staðfestu fyrir því, ég held að sé ekki mörg sveitarfélög sem hafa keypt þessar spurningar. Ég held að sé ekkert sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu sem gerði það til dæmis, en ég get ekki fullyrt það, en ég get svona, með svona óljósar upplýsingar það. En þetta er mitt svar og ég mun aldrei voga mér að reka nokkurn mann hér í pontu til að fá útskýringu á því af hverju viðkomandi kaus eins og hann gerði. Það er hans einkamál. Takk. Mér langar að reykja næsta bæjarfulltrúa orðið úr sæti mínu sem forseti að reka eitthvað í pontu, það er auðvitað þannig að einhver er að spyrja um afstöðu, þá er viðkomandi bæjarfulltrúa algjörlega sjálfstætt að svara því, sko. Akkur að kaus var svona eða satt hjá eða var á móti. Ég lít svoleiðis á að það sé alveg val viðkomandi bæjarfulltrúa hvort það vilji fara í pontu. Það er bara hans val. Hitt er málið að einhver er spurður sem bæjarstjóri eða formann nefndar, það er svolítið annað þegar einhver svona fræðileg spurning. Það er með svo mikið greinum því bara svo kom því nú að. En það eru tveir á mælendaskrá hér, það er Haraldur Sverrisson og Ólafur Ingi. Haraldur Sverrisson, hún er næstur. Já, ég er bara það er búið að tala nóg þetta, sko. Já. Ég hætti að tala. Það er ekki að reka því í pontu. Nei, það er Ólafur Ingi sem er nú ábyrgð á þessu með sínu atkvæði. Áskilminn þá réttur að taka til máls eftir í hvað Ólafur segir. Gjör svo vel. Takk. Ólafur Ingi. Ég ber geysilega ábyrgð í þessu máli. Ég veltist ekkert í vafa það að greiða atkvæði með þessu. En
þetta væntanlega hlýtur brautargengi fyrir mína tilstuðan og sjálftan hefur haft eins mikil áhrif í þessari áhrifin bæjarstjórn. Og þá geta við dætt bara það hver áhrifin eru. Ég tók nú þetta ágæta grín á henni Kolbrúnu, bara ágætlega kaldhæðnislegt. Hún sneri hlutunum við en ég hérna allt í lagi. Ég ætla ekki að vera stund með þetta. Við erum að kaupa hér ýmsar kannanir og á þess að ég fara þá finnst ætlum nú að segja það. Mér finnst svo könnun sem gerð með hagi og líðan ungmenna að þeim könnunum sem við erum að kaupa vera hvað gagnlegust og skiptir alveg gífurlega miklu máli og það eru vandaðar og góðar kannanir. Ég ætla ekki að fara að rekja hér hvaða skoðanir mínar á þessum þjónustukönnunum Gallup. En hins vegar þá fyrir síðasta bæjarráðstefnu þá vissi ég ekki raunverulega hverjar þessar aukaspurningar voru sem höfðu ekki verið keyptar. Fengu alls upplýsingar á fundinum hverjar þessar spurningar voru og að því gefnu þá fannst mér sérstaklega fjórða spurningin vera svo mikilvægasta en allar geta skipt máli og við gerum náttúrulega, tökum þátt í svona könnunum til þess að geta nýttar til að gera betur. Og ég held að niðurstaðan úr þessum spurningum gætu hugsanlega hjálpa okkur að gera betur og það er það sem skiptir máli. Og það er alltaf það sem skiptir máli í þeim könnunum sem við erum að gera. Við sjáum til dæmis þegar Bæjarfulltrúi Kolbrún minntist hérna á fjölskyldusvið. Þar erum við að fylgjast með, og ég sit fjölskyldunett ásamt fleiri hér inni. Þar erum við stöðugt að fylgjast með gangi mála, sérstaklega í þessu ástandi sem er. Það bara skiptir mér miklu máli, við fáum góða skýrslur og ég vil bara hrósa fjölskyldusviðinu fyrir góða upplýsingagjöf í þeim efnum. Þar erum við að fylgjast eins og með öðrum hópi. Í þessu spurningum erum við kannski að taka þýði sem eru ekki þessi beinu viðskiptavinir okkar hér hjá bænum. Og þannig við erum að tala fá niðurstöður aðeins öðruvísi hóp. Og svo upphæð sem þetta kostar okkur, hún er ekki, það er svona bitamunur frekar heldur en fjár. Þannig að mér er sjálfsagt að styðja þessa tillögu. Já, fleiri hafa undir hvað sé hljóðs þetta mál, þriðja mál. En forseti gefur það orðið laust einhver önnur mál þarna. Hann hefur reyndar sett sjálfan sig hér á mælendaskrá, þannig að ég taki bara orðið hér. Og það snýst 15 mál á dagskrá sem heitir Hlégarður, framtíðarsýn nýframkvæmd. Mér finnst þetta þannig verið að óska heimildir fyrir útboðs á við gerðum endur nýja ákveður hlutum að það í Hlégarði. Það sé svona bara hversdagslegt svona sem við erum ofta að samþykkja en mér finnst þetta að vera mjög stórt mál, stórt hús og þannig verið að taka ákveð spor sem erum búin að vera lengi í undirbúningi og mun nú ætla ég mig að leyfa mér að vona að muni tákna nýja tíma fyrir okkar ágæta félagsheimili sem heitir Hlégarður. Það búið að vera mikil vinna hér á hjá menningarmálanefnd og menningar- og nýsköpunarnefnd. Arnar Jónsson hefur haldið mikið utan þetta og farið alveg í grunninn. Það var pólitískur vilji að fara í gagngerðar endurbætur á Hlégarði. Það eru dýrar en húsið er ekkert að fara, við eigum það og það verður bara best að láta það standa autt og það er ákveðin kúvenning að gerast núna og það farið alveg í grunninn, í útlitið, náði í teikningar Gísla Halldórssonar arkitekt sem teiknaði húsið upphaflega til þess að sníða endurbæturnar að upphaflega útlitinu eins og kostur er og síðan eru hugmyndir að opna upp á efri hæðina og nýta þar heilmikið pláss sem það er bara lítið eða ekkert nota núna. Allar bæjarskrifstofurnar, það er ekki með á síðan allar bæjarskrifstofur Mosfellsbæjar rúmurust þar. Það er eitt og gólfefni og færa veitingabarinn og fleira. Þannig að þetta er bara lítill partur af þessu
En þetta svona ákveðin tímamót sem að gerast núna. Það að segja að fara af stað og það fjárveiting fyrir þessu, eða sem sagt fyrir ekki bara einu ári, það tekur nokkur ár. Og ég ætla einhverjum að vona eins og ég sagði að þarna séum við að taka mjög skynsamlega ákvörðun og gera okkar ágæta félagslífi bara glæsilegt þannig að allir eru stoltir að koma þarna inn og með því að breyta því á þann hátt sem það verður gert þá er bara hægt að nýta það miklu betur þannig að það er ekki bara einn fundur í húsinu eða ein lítil samkoma. Þetta vildi ég nú segja um þetta ágæta hús. Hlégarður. Og ég ætla að gefa orðið laust um þetta mál. Bæjarfulltrúi Óskar hefur beðið málið. Þetta er sem sagt 15 mál hér á dagskránni. Gjörðu svo vel, Kjell Stað. Já, forseti, ég tek undir með forseta varðandi Hlégarð og þessu uppbyggingu. Þetta er gott framtak. Og þessi uppbygging á félagsheimilum hefur ekki verið mjög víða. Mörg húsi hafa verið látin hverfa eins og mitt gamla félagsheimili Hellubíó í Rangárþingi. Það er þess virði að halda þessu við. Þetta eru mikil menning hérna, maður gengur hérna tröppurnar hérna í þennan fundarsal. Það sem eru myndir af lífi og starfi í þessu húsi í gegnum árin hér í Mosfellsbæ. Og það er að gera að byggja vel að þessu húsi og koma lífi í það á ný. Og það er bara fagnaðarefni að þetta er komið á þennan stað. Og þau laustu 15 mál, Kolbrún Þorsteinsdóttir bæjarfulltrúi hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, takk forseti. Ég vil bara líka koma hér upp og taka undir þessi orð sem að hér á fallið Hlégarð. Nú erum við loksins að hefja þessa vegferð og að gera Hlégarð fallegan að nýju. Og undirbúningur hefur staðið í töluverðan tíma og virkilega vel að verki staðið það sem hefur komið fram. Þannig að ég vil líka fagna því hér að við séum að hefja þessar framkvæmdir og gera svona veg Hlégarðs betri og þannig að þar megi menningarlífið blómstra áfram. Þannig ég er bara ákaflega glöð að sjá að þetta sé að fara af stað. Þannig að það voru svona mörg voru þau orð, forseti. Takk. Það er enginn að mælaskrá, þannig að umræðum Hlégarð er lokið á þessu sinni. Orðið er ennþá laust einhver önnur mál sem við höfum ekki afgreitt. Bæjarráð númer 1475. Og það sjást enga hendur hér á lofti. Jú, bæjarfulltrúi Óskar hefur beðið orðið. Óskar bara eftir sérhagsgreiðslum 2-4. 2-4, já, gott og vel. Já. En við skulum klára mældaskrána, já það er engar hendur á lofti þannig að forseti lítur svo á umræðum sé lokið þessa fundagerð en við ætlum að greiða atkvæði. Við erum búin að greiða atkvæði fyrsta mál og það verið óskað eftir því að verði greitt sérstaklega atkvæði fjórða mál sem var rætt hérna áðan og heitir fjármögnun samkvæmt fjárhagsáætlun 2021. Þannig að ég ætla að biðja bæjarfulltrúa að vera viðbúna fyrir atkvæðagreiðslu. Það er að segja að þeim sem staðfesta niðurstöðu bæjarráðs í þessu máli, einhverjum þessu máli eru bennar rétt upp hönd. Einhverjum móti. Það er 8 atkvæði með og 1 situr hjá. Þá er komið að því ágætu bæjarfulltrúar að greiða atkvæði öll hin málin. Það er að segja ekki númer 1 og ekki númer 4. Þessi staðfesta fundagerð bæjarráðs í öllum hinum málunum, ekki telja það upp, þeir eru bennar rétt upp hönd. Það er samþykkt 9-0. Þá erum við búið með bæjarráðsfundagerðina 2 og þá er komið að nefndunum eins og ég gat hér í upphafi eru það 3 á þessu sinni. Við förum fyrst í fræðsluna og síðan í lýðræðið, endum í skipulaginu. Það er lýðræði og mannréttindi líka, en það er fræðslunum Mosfellsbæjar hélt fund 3. febrúar síðastliðinn. Sá fundur var númer 386 og þar voru 5 mál á dagskrá. Og forseti gefur orðið laust þar og bæjarfulltrúi Óskar hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar.
3.2, ungt fólk, er það ekki rétt hjá Jú, mér? jú, það er rétt, í október 2020. Já. Ungt fólk hérna í bænum, það bendir til og það er nú bara bókað í þessa fundargerð fræðslunefndar að vímuefnanotkun er að aukast. Og það er svona, virðist vera þessi erfiðleikar sem við erum að ganga í gegnum sem að valda hugarangri hjá ungu fólki, samskiptaleysi við vini og svona, það eru þessar hættur sem eru í gangi og vara samar í umhverfi sem við þurfum einhvern veginn að bæta úr. Og þá er spurningin hvaða aðgerðaáætlun er hægt að fara í, aðra það sem maður er með stöðugt í gangi. Og ég vil kannski árétta líka annað í þessu, að það er fagnaðarefni hvað fjölskyldunefnd og fjölskyldusviðið í Mosfellsbæ stendur að þessum málum, afla gagna, eru opin og skilvirk í sínum vinnubrögðum. Það er mjög mikið fagnaðarefni en þetta veitir ekki af í þessu stöðu sem við erum í, þessu samfélag og í þessu erfiða ástandi sem hefur varðandi sérstaklega börnum sem einangrast og komast ekki í skóla og svo framvegis. En það er nú að breytast núna sem betur fyrr. En þá er bara spurning kannski til formanns nefndarinnar. Það er náttúrulega úrræði sem eru alltaf í gangi. Hvort að sé eitthvað möguleiki að fara í einhverjum frekari úrræði í þessu og hvernig svona maður getur séð að hægt sé að svara þessu sem er í gangi. Er þetta einhver afbrigðileg bylgja sem mun ganga niður eða er hægt á einhverju að þetta verði meira varanlegt og vaxi enn frekar? Já, þá er beint spurningu til formanns fræðslunnar, ertu reiðbúin að svara Kolbrún og svo höldum áfram, við skulum fá bara svarið strax við spurningu frá Sveinar Óskarinn, gjörðu vel Kolbrún. Já, takk, einmitt varðandi þetta mál ungt fólk. Þarna verið að spyrja þessi könnun er gerð í miðju COVID ástandi og það var svona COVID-vinkill á þessum spurningum og þessar niðurstöður eru ekki góðar. Það er bara þannig og það er mjög margt sem snýr að skólanum, sannarlega, og því sem að hér varðandi líðan barna í skólum og mætti vera meiri tómstundaiðkun og ýmislegt fleira. En það er miklu meira sem snýr í rauninni frekar að heimilunum, að varðandi vináttuna, einangrunina, félagslega þættinu sem að kemur fram í þessum könnunum. Það er neysla, það er lítill svefn, það er einmanaleiki, það er skortur á umhyggju frá foreldrum og þannig að við sáum það að það sem snýr að skólanum og okkar stofnunum, það sem þessi börn eru og okkar börn hér í bænum, að þá liggur þarna fyrir aðgerðaráætlun eins og þarna kemur fram, eins og þið sjáið í gögnunum. Og ég hef líka sagt það að við höfum allt til alls í þessu sveitarfélagi okkar til að bregðast við. Gríðarlega sterkt og gott íþróttafélag, alls konar tómstundir, varðandi ýmsa hluti, við eigum þétt net foreldra sem að nánast allir þekkjast og ennþá er bærinn þannig að við erum að ná utan þessi börn. En samt sem áður er þetta niðurstaðan og þess að við sjáum kannski í bókun nefndarinnar og þá var það tillaga mín að það verði haldinn íbúafundur, bara stór og opinn íbúafundur. Það búið að kynna niðurstöðu fyrir skólanum og fyrir foreldrum og það var mjög góð þáttaka í þessum fundum, þessum kynningafundum og þeir náttúrulega haldið alltaf þeir eru fjarfundir og við sjáum það að það er rauninni betri þáttaka þar heldur en að þegar fólk mætir. Þetta virðist bara henta fólki mjög vel. En það er alveg sama hvað bærinn, hvað sveitarfélagið reynir að gera, hvað tómstundafélagið reynir að gera. Ef að grunnurinn er ekki góður á bakvið börnin sem eru í þessum vandræðum eða eru að leiðast út af brautinni, að það þarf að grípa og stíga inn í það.
En mér er sagt, og ég veit að það er rétt, af starfsfólki bæði fræðslusviðs og fjölskyldusviðs, og það er unnið þétt saman að því að taka utan um þeir börn sem eru að lenda í vanda. Það er gert hér í samráði við skólana, við nemendaverndarráðið og barnaverndina og allt þetta, allt sem við höfum, allar þær bjargir sem við höfum. En mér finnst þegar ég er búin að skoða ofan í sig gögn og kafa ofan í þetta allt saman hvað þetta rauninni að þá spyr maður sig, sko, er svona mikið álag á heimilum, er eitthvað sem bæri getur gert betur til að styðja við fjölskyldurnar, hvað er hægt að gera? Þannig að mér, sko, þarna liggur fyrir tillaga sem að féll í góða jarðir það að halda bara opinn íbúafund það hvaða úrræði er í boði, hvað getum við gert sem samfélag til að halda utan um þessi börn og heitið er sem tillaga það að það verði heitið á fundunum sé það þarf heilt þorp til að alba. En ég vil reyninni, mér finnst það orðið ganga lengra og segja bara foreldrar vaknið. Mér finnst þetta líka vera stór hluti af því að vekja foreldra til vitundar þær hættur sem eru þarna úti varðandi veip, neyslu, orkudrykki, svefnleysi, skjátíma og alls konar vond samskipti á samfélagsmiðlum og allt þetta sem er að rauninni að plaga börn í dag. Ég er ekki viss að foreldrar séu alveg við á nótunum og þá er ég að tala sko það koma upp nýjir foreldrahópar sem er með sinn fyrsta úling og þannig að það þurfa allir fræðslu. Þannig að mér finnst þetta ekki góðar niðurstöður, sérstaklega varðandi 10. bekkinn hjá okkur og við erum með 8. bekkinn sem er líka að stefna í einhverja átt sem okkur finnst ekki góð. Þannig að 9. bekkurinn virðist vera á nokkuð góðu róli. Þannig að þetta er ekki mörg börn að ræða. Þannig að ég sjálf sem kennari hef ég mikla reynslu af því að það er hægt að grípa því, það er hægt að hjálpa fjölskyldum og en því miður þá er kannski svolítið erfitt að kannski að ná til þessara fjölskyldna sem eru í raunverulegum vanda. Þannig að einhver íbúafundur þar sem við getum fólk sér kannski að ok, ég er ekki ein með þennan vanda, ég er hérna eða einn eða hvað, þannig að það var svona þó að þessi íbúafundur kom ekki til með að bjarga heiminu, en þá kannski kemur til með að bjarga því að fólk kemur og veit að það hvað á að leita sér hjálpar. En það verði bara upplýsingafundur það hvaða þjónustu bærinn er að veita, skólarnir og hvað við getum gert betur í þessum málum. Þannig að, en síðan, sem sagt, þetta var COVID-könnun, það er verið að leggja fyrir nýja könnun bara þessa dagana, ég held að hún hafi lögð fyrir 9. bekkinn í dag og þá bara bíð ég spennt eftir þeim niðurstöðum og sjá hvað kemur út úr því og ég held að það hefði verið niðurstaðan á fundinum sem við fengum bæjarfulltrúarnir og allan allt nefndarfólk myndið stóra fundinum að bíða eftir þeim niðurstöðum og sjá hvað kemur út úr því og þá getum við svona lagt línurnar það hvað við ætlum að gera. En ég segi aftur, bærinn hefur ýmsar bjargir og eiginlega bara mjög góðar bjargir til að gera í samvinnu við þessi tómstundafélög sem ég nefndi. Og ég er ekki að tala bara íþróttafélagi, ég tala allt hitt líka, menninguna, kórarnir og hvað sem börn í hverju vilja taka þátt. En ég held að svona fundur kannski opnum svolítið á umræðina og að fólk og bara við munum það að við eigum líka að gæta barna náungans. Við eigum alltaf að taka saman höndum með það sem barn er í vanda. Þannig að þetta var niðurstaðan og við bara munum í samvinnu við fræðslusviðið og fjölskyldusviðið halda þennan fund og hann verður bara núna á bara næstu vikum haldinn og vonandi bara kemur eitthvað gott út úr því og við fáum þá foreldrar í liðum okkur sem mögulega eru í einhverjum vanda og vilja kannski stíga fram og leita sér aðstoð. Það er svona eina sem gæti komið gott út úr því. En nú man ég ekki hver spurningin var til mig. Er ég búin að svara henni? Ok, takk fyrir. Rósa Jónsdóttir, gjörðu svo vel, þú ert næst. Það er fulltrúi. Já, takk fyrir. Ég ætlaði nú að byrja á því að koma hér upp og ég ætla bara að byrja að hrósa fræðslunefnd og fræðslusviðinu fyrir að grípa þetta svona strax. Því að eins og hefur komið fram hér á endan,
eru niðurstöður sem eru viðvörunarmerki fyrir okkur og mér finnst bara frábært að sjá að það ekki verið að bíða með og ég rosalega hrifin af þessum íbúafundi. Ég persónulega mjög hrifin af þessari fyrirsögn að það þarf heilt þorp vegna þess að bara, og fór að hugsa þetta bara meðan ég var að hlusta hérna á hana bæjarfulltrúa Kolbrúnu að jú, það skólasamfélagi gerir sinn hluta, íþróttafélagin og önnur tómstundafélög gera sinn hluta, svo það foreldrarnir. Síðan erum við með annan þátt sem að ég held að við megum alveg höfða til samfélagslegar ábyrgðar þeirra og það eru fyrirtækin hér í bæ sem að meðal annars selja nikótínpúðana sem börnin okkar virðast vera ánetjast í stórum stíl og orkudrykkina og hversu auðvelt börnin eiga með að komast að þeim og mörg þessara fyrirtækja eru með yfirlýsingar samfélagslega ábyrgð og við sem bæjarstjórn getum kannski höfða til þeirra ábyrgðar en að við getum bara starfað innan þeirra ramma sem að löggjafinn setur okkur má segja og þannig að ég var að hugsa ok, hvað það sem við getum gert? Það mjög gott myndi ég að telja einmitt að fá íbúafund þar sem kemur frá rótinni upp og þá hægt að vega og meta hvað bæjarfélagi bara má og getur af því, frábært og sjá hvað kemur út úr því. Þetta náttúrulega líka eins og Kolbrún var að minnast á, þetta aukakönnun sem sett hérna á milli og var mjög fróðlegt að sjá hvað kemur út úr febrúarkönnuninni og nú veit ég bara ekki hvort að það sé hægt þannig að ég varpaði fram að eftir því hvað febrúarkönnunin segir okkur mögulega ástæða til að taka aftur svona millikönnun ef það í boði. Ég veit ekki eins og hvort það sé í boði. En bara svona svo við höldum puttunum á púlsinum því að eins og bæjarfulltrúi Ólafur sagði að þá þetta svona af könnunum sem að virkilega veitir okkur innsýn inn í gríðarlega mikilvægt mál. Þannig að bara enn og aftur frábært að sjá bara strax að frumkvæði og að eitthvað sé gert. Takk. Steinn Óskar Sigurðsson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel, þú hefur orðið núna. Forseti, já, ég þakka formanni fræðslunefndar fyrir mjög gott svar. Hún fór alls ekki neitt hringa það, hún var mjög skelegg og kom út við að svara mjög mikilvæg mál og ég fagna því. Og það sem ég langar kannski að bæta við þetta sem Lovísa var að minnast á hérna á varðandi í raun og umhverfið okkar, nærumhverfið, að þá erum við að tala okkar umhverfi með þessum, hvað ég segja, verslunum og svona öðrum hlutum sem að snúa að framboði af alls konar, hvað ég segja, byrjunar fasa í neyslu. Og til viðbótar við þetta vil ég bæta að það að þróast innan þingsins að fara hugsanlega að leyfa neysluskammta. Það sé að það verði ekki gert refsivert að vera með neysluskammta af kannabis. Og þetta náttúrulega kannski kallar á dálítið nýtt hugarfar í öllu þessu máli og hvernig við getum hjálpað foreldrunum, kannski á þessum fundi sem mjög gott að halda, að bara vera með einhvers konar upplýsingar þar sem að samfélagið hefur skipt svona kúrs í þessum málum. Vegna þess að það virðist vera bara talsverður áhugi á því að leyfa þessa neysluskammta. Og ég ætla ekki að minnast á hvað margar athugasemdir hafa komið út af því. En þetta snýr að nýjum vinkli sem eru áskorun fyrir samfélagið okkar.
segja sko að ef að væri hægt að finna sérfræðing sem þekkti slíkar breytingar erlendis, hvernig í raun og veru geta foreldrar brugðist við þegar slík breyting á sér stað. Við erum ekki þá bara að tala stöðuna eins og hún í dag, við erum að tala hvert stefnir í þessum málum. Og ég hef átt ágætis vini meðal annars í Rótarhreyfingunni sem geðlæknar og fagmenn í umönnun á þessu sviði. Og þeir sem ég tala við bara að segja að það sé bein fylgni milli geðsjúkdóma og sumra, náttúrulega mismunandi sjúkdóma til ákveðna sjúkdóma og neyslum kannabis. Og ég fer svo sem ekki meir út í það nema að segja bara einfaldlega þetta að fordýrin að þessari neyslu eru ákveðin þjónusta sem við þurfum að skoða alvarlega að hugsanlega sem samfélag að reyna að stýra með einhverjum hætti. Hvernig það er best gert, það er alltaf vafasamt. Sumir segja við erum með áfengisverslun hérna á ríkisins og það er kannski bara litið á það sem er svipað. En ég held að þessi vendipunktur pluss það að við erum með þetta ástand sé eitthvað sem við þurfum kannski að skoða til framtíðar. Forseti lítur svo á að Þórsson Þorsteinsdóttir við beiðum orðið aftur. Ræðumál 2, ungt fólk, október 2020. Já, takk forseti. Bara örstutt. Ég vil bara bregðast við ábendingu frá Lovísu Jónsdóttur, bæjarfulltrúa Viðreisnar, það að draga samfélagsfyrirtækin í bænum til ábyrgðar með okkur. Ekki draga þau, heldur bjóða þau, biðja þau að koma með okkur í þetta verkefni. Mér finnst það mjög góð hugmynd og sérstaklega varðandi það sem að kannski upplýsa þau þann vanda sem við stöndum fyrir að mögulega sé verið að afgreiða hér börn sem eru undir lögaldri. Það er bara, ég bara nefna það hér að það er ákveðin vandi. En við erum alltaf í svipur þessi ræðu sem að flutt hér bara rétt á undan mér að þá erum við að tala börn. Og við erum þannig að við erum að grípa þau áður en að þau falla á henni brunninn, þannig að við erum ekki að tala reyna neitt annað en það að þetta eru börn sem eru kannski stefna einhvert en við erum ennþá með því okkar fangi, þannig að við erum kannski ekki komin alveg út í þá umræðu strax. En mér finnst þetta gott, við erum þorpið, við þurfum að taka höndum saman og ég bara vil sjá þessar tölur fara niður. Takk. Þá tekur næstu til máls bæjarfulltrúi Rúnar Bragi Guðlaugsson. Gjörðu svo vel, Rúnar Bragi. Þannig að gangi í pontu þá niðurstaðan þannig að niðurstöður rannsóknar og greiningar með nemanda í 8., 9. og 10. bekk október 2020. Það undirtitill í fundarboðinu. Gjörðu svo vel. Hér fórstu og fundarmenn, bæjarfulltrúar. Ég hef nú oft gert það vana að tala það sem er gott. Mér finnst alltaf að við verðum að tala það sem er svo vont. Það er auðvitað fullt í þessari skýrslu sem er gott. Mér finnst að við erum alveg að tala það líka. Mér langaði að segja líka frá því að í samvinnu við fjölskyldusviðið og fræðslusviðið þá mun þessi skýrsla fara fyrir fjölskyldunefnd í næstu viku. Það hefur ekki ennþá verið fjallað hana þar. Þannig að en bara af því að við erum alltaf að tala tölur og alls konar. Þetta er auðvitað mjög slæmt mál það sem er vont í þessari skýrslu en við eigum frábær börn hérna í Mosfellsbæ og það er fullt gott. Skulum ekki gleyma því. Það er það sem ég vil segja. Forseti sér enga hönd á lofti þannig að hann lítur svo á umræðin sem lokið þetta mál. Má ég, er ekki búin að koma til þessu? Já, þú talar dálítið lengi þegar þú ert að svara spurningunni. Það er bara ágætt að svara bara spurningun og biðja svo orðið aftur sko. Það blandaði ekki saman. Þannig að ég lít nú svo að það er örugglega tækifæri til að ræða þetta aftur áfram og þetta er að fara fyrir fjölskyldunefnd næstu viku og kemur aftur þá ágætu nefnd
hér inn í bæjarstofuna. Þannig að ég gef þó orðið laust öll hin málin ef þið bæjarfulltrúar vilja ræða eitthvert þar. Þetta voru nú 5 mál þarna. Við erum búin að ræða 1. Orðið laust. Einhverjum aðeins. Það kveður sig ekki hljóðs. Þá umræðan lokið þessa fundargerð fræðslunefndar frá 3. febrúar síðastliðinn. Og við göngum þá til atkvæða. Þeir sem staðfesta þessa fundargerð eins og einstök mál bera með sér bænir upp hönd. Það eru allar hendur á lofti, ekki satt? Já. Skaustein höndan upp þarna orðin leftu snöggt, það eru 9-0. Þá förum við í næsta mál sem fundargerð frá Lýðræðis- og mannréttindanefnd á 4. febrúar síðastliðinn. Á fundur nr. 16, þetta nefnd sem tók til starfa við upphafi kjörtímabilsins undir þessu nafni og þess vegna tala svo lág hjá þessari nefnd. Fundur nr. 16, 4. febrúar, 3 mál á dagskrá. Og forseti gefur orðið laust eitthvað af þessum ef að einhver vil tala og það var Ólafur Ingi. Ólafur Ingi hefur beðið orðið, gjör svo vel. Ólafur Ingi, bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarfulltrúi, ég hef oft komið upp áður með sams konar erindi undir ýmsum málum og ég finnst þetta sérstaklega bagalegt núna þess að við erum að fjalla fundargerð Lýðræðis- og mannréttindanefndar og í lið 4 minnum við að sé. Hvaða mál? Það ekki 4 lið. Það er bara 3 mál. Það var mál 3. Já, það var 4-3. 4-3, já. Þess jafnréttis- og framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum. Niðurstaðan er semst að kynning jafnréttisfulltrúa og forstöðumanns þjónustu- og samskiptadeildar á stöðu verkefna á sviði jafnréttis- og mannréttindamála. Þetta hefur eflaust verið fróðleg kynning, en það er engin gögn sem fylgja þarna með, þannig að við fáum ekki að, við sem hér sitjum og ætlum að greiða atkvæði þessa fundargerð, við fáum ekki að njóta þeirrar kynningar undir þessu lið. Og það mjög miður, finnst mér. Ég hefði gjarnan viljað sjá hvernig staða mála á þessu vettvangi. Hitt annað í þessu að undir þeim fundargerðinni þar sem hún birt á vefnum, þessum opna sem fyrir bæjarbúa til þess að kynna sér fundargerðir, það eru engin gögn. Ekki eitt einasta plagg. Og ég held að ég sé örugglega að koma hérna upp í, ef ég tel með síðasta kjörtímabil, þá held ég sé örugglega að koma upp í 5. og 7. skipti að tala svona hluti. Þetta er svona tæknilega atriði sem verða að vera í lagi finnst mér. Þetta er upplýsingagjöf til bæjarbúa sem þeir eru að geta fylgst með og mér finnst að þess þurfa að koma þessi lag. Takk fyrir. Já, við ræðum þarna 3. mál og Haraldur Sverrisson, þú ert búin að biðja málið. Jafnréttisáætlun og framkvæmdaáætlunar jafnréttismálum. Gjörðu svo vel. Já, og ég tek aftur eins og reyndi það þegar að eru skrifulega gögn í nefndum og ráðum þá hefur það sjálfsagt að fylgja með þessu ég var það ekki. Þetta var munnleg kynning. Það var ekkert skriflegt gagn. Þannig að það var farið yfir þessi mál að hálfu þess að tekja aðalsandru nefnd og engin gögn önnur en þeirra orð á fundinum. Þannig að það er ekkert að verða með þínu óskum að afhenda henni gögn. Það er ekki til. Eitt er svona mál hvort að það eigi að hafa slíkar kynningar. Ég tel reyndar verðmæti því. Fyrir nefndarfólk oft á tíðum að stundum verður mál þannig að það er gott að greina frá einhverju þó að sé ekkert gagn til. Og það er greinlega verið ekki. Ég þekki nú ekki svo sem þetta mál í einhverjum spáðröðum. En
það er greinilega verið mat nefndarinnar í þessu tilfelli en því miður það var ekkert gagn til í þessu. Hákon Þorsteinsdóttir um 3. mál. Gjörðu svo vel, Hákon. Það er út fyrir. Já, takk forseti. Ég vil bara taka undir það sem er komið fram áður varðandi þetta mál. Þetta er náttúrulega gott að fá, ég veit að það er til mjög metnaðarfull og flott jafnréttisáætlun bæjarins og þannig það er bara gott að fá að sjá bara leggja hana fram aftur og þessi aðgerðaráætlun sem þarna var rætt. Þannig að ég bara sjálf persónulega langar mig virkilega til að kafa ofan í þetta og sjá hvað ræðir þarna því ég veit að það er búið að leggja mikinn metnað í þetta skjal og ef eftirlega hefur þetta bara verið einhver kynning, einhver umræði þetta en ég bara er nú viss það að við fáum nú að sjá þessa jafnréttisáætlun og þessar aðgerðaáætlun sem henni fylgir. Það kemur nú fram örugglega í næsta fundi. Þannig að Hún liggur fyrir. Ok. Það bara verið að fjalla hann. Já, það var þetta tiltekna plagg sem er til og var bara að tala um hana. Ok, þá skil ég þetta. En svo líka alltaf, ég segi bara að því það hefur nú líka komið fyrir í fræðslunefndinni að það hafa glemst að merkja við gögn, að við erum nú líka öll bara mannleg og ef að þið sjáið við eða hver sem er að kafa ofan í gögnin að endilega takið upp símann og ringið nú í viðkomandi og fáið þið skýringar. Að ég held að það sé enginn sem að vilji gera þau mistök að skilja ekki eftir gagn sem á að vera undir málinu. Er bara þannig að stundum er hraðinn mikill og það er verið að ganga frá fundargerðum og þetta er bara eitthvað svona tölvuhak að gögnin fylgi. Og það yfirleitt er það þannig að það er bara glemst að haka í eða eitthvað slíkt, ekki það að sé verið að fela nokkuð skapaðan hlutur í fólki. Þannig að ég held að það sé bara gott fyrir okkur og fyrir Mosfellinga einmitt að taka upp símann og bara beint í síma bæjarstjóra að biðja hann að ýta við bara því að þetta hefur glemst. Þannig að það er bara það sem ég vildi segja. Ég held að það sé ekkert verið að fela en sannarlega góð áminning. Takk. Það er enginn að mæta svo hér, ágætu bæjarfulltrúar. Forseti gefur orðið laust hinn málin. Ég er ekki undir þessu máli, það er fátan undir henni. Þá færð þú orðið Rósa Jónsdóttir og þá voru þarna 3 mál og mál nr. 3 er fullrætt sem það sé tekið fram en Rósa Jónsdóttir hefur 20 að velja hér. Já, Úlendorf. Nei, það var mál nr. 2, barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna sem að ég fagna mjög að sé búið að rita hafi undir samstarfssamning. Það er mjög gott. En ég held að þetta stóra en síðast þegar þetta kom fyrir bæjarstjórnarfund þá gerði ég sambærilega athugasemd og við því hefur ekki verið brugðist. Það er í hluti af þessu samstarfi er svo að það á að halda kynningafund með kjörnum fulltrúum. Við áttum að fá einhverjar upplýsingar slíkan kynningafund. Vaninn er sá að þennan fund á að halda áður en það er skrifað undir. En nú er búið að skrifa undir en við höfum ekki fengið hann kynningafund. Og bara hvenær fáum við hann? Hvenær á að fylgja skrefunum í þessu ferli? Því að við erum þegar komin út fyrir ferlið. Og ég bendi líka á það að þegar að ákveðið var að fara í þetta ferli þá var forstöðumanni fræðslusviðs og fjölskyldusviðs falið að fara með verkefnið og svo vissum við ekkert fyrir en þetta var allt í einu komið fyrir lýðræðis- og mannréttindanefnd. Og það var aldrei ákveðið að bæra það þannig að ég hef aldrei fengið útskýring á því af hverju það er gert og ekki gert með formlegum hætti. En ef það eru málefnalega ástæður fyrir því, þú veist, fæn, en mér finnst bara eðlilegt að það sé kannski við því brugðist þegar maður varpar fram svona spurningum og nú er eins og ég segi búið að rita undir samninginn. En ég sakna þessa kynningafundar og ég sakna þess að því að það er bara einu forsendum fyrir innlagningu og þessu verkefni er að það séu allir með og allir við sama borð. Þannig að þykir það leitt. Og bara vonandi fæ ég, að því nú erum við öll orðin mjög fær á Zoom fundum, að það sé
hægt að halda kynninguna þannig líka. Ég lofa að vera ekki með kappabíl. Takk. Nú er lesa annan mál og Haraldur Sverrisson bæjarstjóri hefur beðið mótið. Mosfellsbær barnvænt sveitarfélag heitir það. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, það er bara östuðlega bregð eftir þessu. Ástæðan fyrir því að ég var hægt að kynna eitthvað fundin að einfallega svo að það var ósk nokkur að bæjarfulltrúa að hann yrði ekki haldinn í Zoom. Heldur beðið þangað til að það væri hægt að halda hann með venjubundnum hætti. Ég gerir ráð fyrir því að þessar óskir hafi nú verið settar fram þegar við heldum kannski að þetta tækist styttri tíma. Þetta ástand. Þannig að það er alveg sjálfsagt að halda fundinn. Samningur sem slíkur hefur ekkert áhrif á það. Það er raun og veru tákgrænt skal ég segja ykkur moment, þeim á sletta og við leggjum í þetta 500.000 krónur bærinn, það er að segja að við borgum fyrir það og bæjarráð var búið að samþykkja það að taka þátt í verkefninu og skrifa undir þennan samning, en það er sjálfsagt að halda þennan fund hverja sem er ef það er óskir sem kynur áfyrir kannski að séu orðnar úr eldar séu á þann veg að halda fundin ekki sem fjarfund en það getur verið einhver tími í það sérstaklega í tíðinni gerðdagsins þá þannig við skulum bara ef engin hreyfir við því mótmæli þá var reyndar bæjarfulltrúar sem að höfðu þessar óskir eru ekki hér á þessu fundi en ég sé ekki að það skiptir máli, við skulum bara drífa því að halda fundinu. Þetta er ástæðan fyrir því að mínir lýðræðis- og mannréttindanefnd að málaflokkunum var breytt, þar sem nefndaskipunin var breytt, jafnréttis- og mannréttindamálin voru flutt í þá nefnd og þess vegna er hún með þennan þetta á sinni könnu. Svo er þau laust annan mál sem að Lóis og Haraldur voru að ræða. Kolbrún Þorsteinsdóttir er bara orðið þetta mál. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Bæjarfulltrúi. Takk forseti, ég skal vera fljót núna. Ég vil bara taka undir, ég vil bara koma með ábendingu það að, ekki ábendingu, ég vil bara fagna þessu verkefni sem við erum að fara að taka þátt í. Og við séum að taka undirstrika þessi sáttmáli sem bæjarstjóri skrifaði undir, samning, og við séum að taka þátt í þessu gera Mosfellsbæ að barnvænu samfélagi bara formlega og það gerum við með alls konar verkefnum og alls konar könnunum og alls konar samtölum og alls konar og ég hef gríðarlega mikinn áhuga á að taka þátt í þessu verkefni og það er náttúrulega fyrir börnin í bænum og þannig ég held að það er bara mjög ánægjulegt að við erum að hefja þessa vegferð 15. sveitarfélagi sem leggur á stað í þessa vegferð og ég held að barnamálaráðherra er að gera marga frábæra hluti og þar með þetta að koma þessu á laggirnar og ég er bara mjög stolt af því að sveitarfélagi í Mosfellsbæ sé að byrja þessu verkefni, þannig að það er bara það sem ég vildi segja. Takk. Já, forseta sýnir svo að bæjarfulltrúar séu tilbúnir í atkvæðagreiðslu núna. En eina, það er þá lýðræðis- og mannréttindanefnd. Við greiðum atkvæði þessa fundargerð eins og einstök mál bera með sér. Hún er staðfest með 9 atkvæðum. Þá kemur skipulagið. Það er nú flestu fundur hjá okkur. Það voru 9 mál á dagskrá með afgreiðslufundum á fundi skipulagsnefndar sem var haldið 5. febrúar síðastliðinn, það var fundur nr. 532 og ég gef orðið laust og það er komin Veigar Eidnamöndur frá Ásgeir Sveinsson. Við bíðum spennt eftir því hvað þú vilt tala það. Takk fyrir það, forseti. Bæjarfulltrúar, ég ætlaði bara að koma hérna rosalega rafmagn. Það er svo mikið stuðaður. Hún er permanent, já. Ég kem hérna upp undir máli númer 2 á fundi skipulagsnefndar sem heitir Heildarendurskoðun aðalskipulags Mosfellsbæjar 2011-2030. Þarna voru lögð fram til kynningar fyrstu drög að greinargerð nýs aðalskipulags ásamt efnisyfirliti og þetta eru gögn sem eru unnin af aðalskipulagsráðgjöfum Mosfellsbæjar sem voru ráðnir eftir útboð og þeir eru hjá Arkís og ásamt þeim að þá er umhverfissvið sem heldur hér utan þetta Anna Margrét og síðan skipulagsfulltrúi Kristinn og fleiri. Vildi bara vekja athygli á að hvar málið er statt.
þessi endurskoðun aðskipulags. Þetta er búið að vera mikill undirbúningur fyrir að við séum komin á þennan stað með málið. Þetta krefst, eins og ég segi, mikils undirbúnings og auglýsinga lýsingar og fleiri, og auðvitað ráða þessa skipulagsráðgjafa. En við erum semst komin af stað í málinu, getum við sagt sem núna, og framundan er mikil og krefjandi vinna hjá skipulagsnefnd vegna þess að endurskoðun aðalskipulags er auðvitað mjög stórt og mikið verkefni. En við búum nú að því að fyrir er í gildi gott og vandað aðalskipulag Mosfellsbæjar sem að við getum auðvitað byggt einhver hluta á, og við erum ekki að fara að finna upp hjólið. En þetta er vandasamt og mikið verkefni sem skiptir okkur öll máli, og það verða haldnir núna aukafundir næstu 2 mánuði hjá, allavega 2-3 mánuði hjá skipulagsnefnd, þar sem að þeir verða inngöngu helgaðir þessum köflum sem að verður farið í, og til þess að koma svona málinu ennþá betur á stað, og það er meiningin að klára þessa vinnu á þessu kjörtímabili ef allt gengur á óskum, endurskoðun aðalskipulags. Þannig að við þurfum að halda vel á spöðunum, af því það er ekki mikið svo sem eftir af kjörtímabilinu. En í skipulagsnefnd er öflugur hópur af nefndarmönnum úr öllum flokkum, og það samstarf gengur mjög vel, og ég er viss um að ef allt verður eðlilegt þá gangi okkur vel að klára þetta á umsömdum tíma. En ég vildi bara vekja athygli á því að þetta mál er komið vel af stað, og vildi líka vekja athygli á því að framundan líka er mikið samráð sem er haft við svona endurskoðun. Það verða haldnir íbúafundir og nokkur málefni, þannig að það verður auglýst allt saman mjög vel, og það er líka meiningin að við verðum með upplýsingar gang þessa máls inn á okkar Mosó, sem er upplýsingasíða sem er hér í gangi, meðal annars sem að Mosfellsbær meðal annars aðila. Við ákvaðum að búa ekki til sérstaka upplýsingasíðu sem heitir aðalskipulag, heldur koma þessu þar inn, og þar verður hægt að nálgast upplýsingar, og við munum vekja athygli á því þegar þær upplýsingar koma inn. Takk fyrir. Sveinn Óskar Sigurðsson, þú vilt ræða þetta mál nr. 2. Þannig er það í fundarboði orðað heildarendurskoðun aðalskipulags Mosfellsbæjar 2011-2030. Gerðu svo vel, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar. Forseti, já, ég vil bara fagna að þetta er komið á þennan stað og þakka formanni skipulagsnefndar fyrir skilleg störf í nefndinni með þetta mál og starfsmönnum bæjarins að halda utan um það. Þetta er viðamikið og stórt mál og væntanlega gilda í langan tíma, og þetta er þeim hætti að það er stækkandi bæjarfélag og við ætlum að reyna að stækka það enn frekar. Og það er bara fagnaefni og gott að við séum að taka á þessu. Þannig að ég ætla bara að þakka starfsmönnum og formanni fyrir skilleg störf. Orðið er laust. Við sveikir hljóðs þetta mál, orðið er þá laust öll hinn málin. Forseti býður andartak, þangað til fólk er búið að sjá eitthvað bitastætt þarna sem við veitum ræða. Og virðist ekki vera, þá veit ég að þannig að bæjarfulltrúar séu tilbúnir í atkvæðagreiðslu þessa fundargerð, og þessum að staðfesta fundargerðina eins og Interpol ábæri með sér í bannur 1 hönd, 9 hendur á lofti. Skipulagið. Þá eru tímamót í fundinum, vegna þess að nú hefur við eingöngu eftir bæjarfulltrúar að ræða fundargerði til kynningar. Það voru 6 talsins. Við byrjum á afgreiðslufundi byggingafulltrúa sem er númer 424. Hann var haldinn 29. janúar síðastliðinn, fámennt og góðmennt. Það er Árni Jón Sigfússon byggingafulltrúi og Þór Sigurþórsson á umhverfissviði. Orðið er laust þessa fundargerð. 4 mál á dagskrá. Engin þessi hljóðs, þá var hún lögð fram. Síðan kemur fundargerð frá 20. janúar síðastliðinn sem er fundargerð frá samstarfsnefnd skíðasvæðanna.
Það er fundur númer 388, þetta er nátt fjarfundi náttúrulega. Og þar voru 3 mál að dagskrá. Fulltrúar ýmsum sveitarfélögum. Ekki var við laust og þegar hefur fulltrúi Mosfellsbæjar í þessari ágætu nefnd beðið um orðið Rúnar Bragi Guðlaugsson. Gjörðu svo vel, Rúnar Bragi. Takk fyrir það, Stig. Það er fulltrúar, ég vil langar að upplýsa hér það hér í máli nr. 1 í þessari fundargerð. Það var rætt stöðu og uppbyggingu á skíðasvæðunum, þar sem hefur komið fram að töf eigi að verða á framkvæmdum á skíðasvæðum höfuðborgarsvæðisins. En ég sem fulltrúi okkar hér í Mosfellsbæ lagði hér fram bókun. Með leyfi forseta má ég lesa hana hér upp. Fulltrúi Mosfellsbæjar í stjórn samstarfsnefndar skíðasvæðanna samþykkir þá áætlun sem hér liggur fyrir uppbyggingu á skíðasvæðunum en minnir á að bæjar á Mosfellsbæ hefur óskað eftir því við aðildarsveitarfélög að það verði skoðað alvarlega að seinka ekki endurnýjun stólalyftunnar í Skálafelli. Er þess óskað að allra leiða verði leitað til að endurnýjun hennar verði ekki seinkað. Stólalyftan í Skálafelli er orðin mjög gömul og byggir á gamalli tækni og mjög brýnt er að endurnýja hana sem fyrst. Þannig að það sé alveg hreinu að við hér í Mosfellsbæ erum alveg viljum Skálafelli fyrir bestu og viljum fá þetta góða aðstöðu þar. Já, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið þetta mál. Rætt stöðu og uppbyggingu á skíðasvæðinu. Veitir það ég er í hlutabóði. Gjörðu svo vel. Forseti, það má finna mörg mál sem að meirihluti og minnihluti geta sameinast eins og þetta. Ég fagna þessari bókun. Fulltrúi okkar Mosfellsbæinga í þessari nefnd og það er nauðsynlegt að endurnýjun eigi sér stað. Maður finnur það núna þegar takmörkun eru upp í Bláhillum að krakkar eru bara ekkert að komast á skíðum. Nú er lokað í dag og oft er það þannig með veður að hérna á þessu svæði þá er oft opið í Skálafelli þegar það er lokað í Bláhillum. Og þetta er bara fagnað efni að við séum að ýta við þessu og fá okkar samstarfsaðila til þess að gleyma ekki Skálafelli. Gleymum ekki Skálafelli, það geta nú örugglega allir tekið undir það hérna Mosfellingar allavega. Já, einhver sem vil ræða þetta mál sem þeir bæjarfulltrúar voru að ræða. Svo ekki. Mér sýnist enginn vilja ræða frekar þessa fundargerð enda var nú ekki svo sem mörg mál þar en hún er lögð fram. Þá förum við að skíðunum í strætó. Það er næsta fundargerð. Hún er frá 29. janúar síðastliðinn. Það voru 7 mál á dagskrá. Þetta er fundur númer 335. Byggðasamlag strætó. Forseti gefur orðið laust og hún er lögð fram. Það kveður sig engin hljóðs. Þá förum við í næstu fundargerðir. Það eru 2 fundargerðir frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Fyrsti fundur númer 893. Þetta er langir fundir og mörg mál á dagskrá. Þessi var stuttur og bara 2 mál á dagskrá. Hann var haldið 16. desember síðastliðinn og hafði verið að undirbúa þingið sem var auðvitað rafrænt landsþingið sem var haldið þarna 18. desember síðastliðinn. Þannig ástæða fyrir þetta voru svo fámál og hérna svo var haldið á þessum tíma 2 dögum þarna fyrir fundin sjálfan eða þingið. Forseti gefur orðið laust, verið engin hljóðs, þá var hún lögð fram. Svo komu jólin og áramótin og þá var og reyndar legin og næstu í allir janúar. Þá fundaði stjórnsamband íslenskra sveitarfélaga aftur 29. janúar síðastliðinn og þá voru nú fleiri mál, 9 mál, þeir eru nú stundum ennþá fleiri. Nei, það eru fleiri mál, þannig að mér sýnist að það 14. Nei, miklu fleiri. Það var ekki náttúrulega. Nei. Hvað safnast í saltin hann að 48 mál. Já,
byrjaði 12 á hádegi og hérna, hann var hann ekki. 16. Já, 4 tímar, það hefur verið snöggir að þessu. Jæja, en forseti gefur orðið lausn með þessa fundargerð frá Sambandi Íslenska. 12 á klukkutíma. Tökum þetta lifrið. Já, það er hugmynd. En það kveður sig engin hljóðs hérna og þá er sú fundargerð lögð fram. Þá er komið að síðustu fundargerð þessa fundar. Það er það sem venjulega er kallað SSH, við þekkjum undir þeirri skammstöfun, Samtök Sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Það var fundað 9. febrúar síðastliðinn, bara svona til fróðleiks, þar sátu 5 bæjarstjórar, 1 borgarstjóri og 1 oddviti ofan kjós, þannig að þetta hefur verið góðmennt þarna. 9 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Það var auðvitað fjarfundur og það kveður sig engin hljóðs og þá er sú fundargerð lögð fram. Þetta var 11. og síðasta mál þessa fundar og næst verður boðað til fundar hér í Helgafelli eftir 2 vikur. Nákvæmlega, það er 24. febrúar næstkomandi. Já, nú var ekki þórinn búinn þá var bara ekki með góðan. Og ég þakka ykkur fyrir fundarsettuna á þetta bæjarfulltrúar og segi fundi getið.